Ég vil byrja á því að þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og horfa á bíóblæður. Mér langar til að biðja ykkur að íta á subscribe á YouTube eða follow á Spotify. Þetta hjálpar mér að stækka podcastið ennþá meira og gerir ykkur kleift að fylgjast betur með þegar nýju þættir koma út. Þessi þáttur í boði Sambíóna. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíónum Egilshöll. Celsius Energy. Þetta sykurlaus orkudrykkur sem kemur í nokkur bragðtegundum, þar á meðal Raspberry Acai sem uppáhaldsdrykkurinn minn. Í hverjum Celsius drykk 114 mg af koffíni og alls konar vítamín. Hægt að kaupa Celsius í Hagkaup og Netto. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á báta, salat og vefjur og að sjálfsögðu þessar frábæru smákökur. Ég reyni að hafa með 3 í desert þegar ég er búin að borða minn upp á spát sem BMT. Ég mæla maður að kíkja á Subway ef þú ert að leita þær að góðum og ferskum mat. Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði og pop sem kemur í 2 bragðtegundum. Pipardufti og með súkkulaði venjulegu. Ég mæli með piparduftinu, það uppáhaldið mitt. Ég veit ekki hvað ég er búin að borða margar svona póka. Ég mæli með að fólk smakki Pop Smell. Þetta blanda sem klikkar ekki, súkkulaði og pop. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á bíóblæður. Endilega fylgi ég bíóblæður á Facebook, TikTok og Instagram. Júlia, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Síðast að við hittumst, þá varst þú að grilla mig. Einmitt. Spurningkeppni, keilarhristingur. Já. Hvernig fannst þér að grilla fólk þar? Mér var það mjög stressandi. Ég er svo ógeðslega meðvirk og bara ástæðan fyrir því er bara mjög svona, hafa sér mikla svona djúpar sálfræðilega rætur. Þannig að ég alveg hélt ógeðslega mikið með öllum og var alveg að fríka út ef að, þú veist, einhver var alveg að fara svara, einhver gata ekki og eitthvað svona. Og mér langaði að allir myndi vinna og þetta kom alveg fyrir fólk var tapsárt og ég var alveg með mín, sko. Vildur að allir myndi vinna? Já, þú veist, það var bara, en já, þú veist, það er ekkert að ég sé svo mikil kærleiksbánsið, mér er bara svo ótrúlega erfitt að horfa upp á fólk, þú veist, vera sárt eða, þú veist, eitthvað svona, en ég bara, en já, þetta var erfið reynsla, en mér varst alveg gaman að segja mér spurningarnar svona, mjög sárt reyndar að þegar þið vorum með þessa valflokka og þú veist, þegar ég sat yfir einhverju og var ógeðslega sniði og var alveg, kom eitthvað svona geggja twist á einhverju spurningu og með margar vísanir og 2 fimmur á brandara og sá valflokkur var ekki valinn. Það var bara, bara löðrungur. En ég ætlaði að fá til að spyrja þig, að því þú ert í þessu teimi sem var að semja spurningarnar. Já. Að ég hef sjálfur með svona spurningu þetta í mínu podcasti. Bara svona one-off, bara 1 og 1 þátt. Já. En af hverju höfðu ekki bara þannig að allt yrði valið, skilur þú? Yrði bara færri flokkar eða eitthvað, þannig að við myndum alltaf, það myndi engin spurning fara til einskis, skilur sko, ég hefði viljað fá að vita þennan möguleika áður en ég fór í þetta ferðilega. Sko, staðreyndin er bara svo og ég raunin var bara í þessu teimi fyrir hennar kvikmyndahristing, en þetta er sérst þetta format sem þeir eru búin að nota fyrir aðra þætti, en ég kenni þeim alfarið það, sko. Já. Varst þú bara partur á kvikmynda? Já. Þú veist, þau fá til þessi 2 ungu menn, Jóhann Alfreð og Helgi Hrafn, og þeir voru með mér í MR, algjörður snúður, sko, mega nördar, og nördar rosa mörgum sviðum. Og þeir eru sérst búin að vera með heilarhristingi í svolítinn tíma, og svo var eitthvað ákveð að þeir fengi til sín svona gesta spurninguhöfund og spyril, og þannig að ég kem bara inn í þetta af því ég hafði svona reynslu af svona kvikmynda. Já, var sérst annar meðstjórnandi í íþróttadótinu? Já, það var Kristjana, ég hefði aldrei getað spurt einnar íþróttaspurningar, bara með fullri virðingu fyrir sjálfum mér. Ég reyndar sko tók alveg tímabil þegar ég var svona 10 ára, ég var alltaf að horfa á Eurosport með vinkonum minni og við vorum alveg komna með uppáhaldslið í bobsliðum og eitthvað svona. En svona almennt sé að þú veist, íþróttaþekking mín bara engin, þannig ég hefði ekki verið góð þar. Svo var Lóvísa Rut vinkonum mín, hún var með Popland og hún var með þeim í tónlistar, svo kem ég inn í kvikmynda. Og þegar þeir höfðu þeir sérst sambandið þig, það er langar með okkur í þessu. Já. Og þegar þú vissir þetta væri í kringum kvikmyndir, sjónvarpsþætti, varstu þá spennt? Já, ég var mjög spennt, sko. En mér fannst þetta miklu meiri vinna heldur en ég hefði átt að með óra fyrir.
Að semja spurninguna? Já, og líka út í það, þú veist, ég get ekki, þú veist, það er eitthvað vandamál hjá mér. Að mér finnst mjög erfitt að vera svona stuttorð og hnitmið. Ég þarf alltaf að vera með eitthvað langlókur, þannig að mína spurningar voru alltaf bara hálf blaðsja, með þeirra voru bara eðla spurningar, sko. En að ég þarf alltaf að vera svo ógeðslega mikið að vera sniðu og okkur svona, þannig ég gerði mér þetta mjög erfitt fyrir. En það var mjög gaman eftir á, en þú veist, ég var líka alveg, mér varst gaman að krýna vinningshafa og bara kveðja, sko. Bara kveðja, bara hvíla þetta. Já, þetta var okkur gott. En það er kannski ekki skrítið að sé kannski langlokkur af þér, en þú ert rithöfundur. Já, einmitt. Og þú ert vön því að skrifa langan texta. Já, akkurat. Og það er eitthvað sem ég hef alltaf gert. Og til dæmis eins og síðasta bókin sem ég sendi frá mér er sko 400 síður. Veist. Að ég bara eitthvað, ég get ekki, veist, þetta er bara eitthvað hjá mér. Bara leið ég byrja að segja eitthvað, þá þarf ég að segja alla 1000 dítelina kringum það. Og það er til dæmis ástæðan fyrir að ég hef aldrei getað að vera Twitter. Af því ég rétt byrja að tala og þá er þú stafandi búnir. Þannig að Facebook hendur við mjög vel. Kemur alltaf hlemmur sem enginn enn að lesa. Þá var ég að reyna að tjá mig, veist. Ég tengi smáðu þetta. Okay. Ef ég til dæmis ég part á svona kvikmynd áhugamanna grúpp á Facebook og ef það byrjar eitthvað svona umræðum ykkur að myndi eða eitthvað og ég bara, já, ég ætla að svara þessu. Þá er ég bara komið með... Já, og næstu 45 mínútur erst þú bara... Og ég hugsa um mér, ég verða hvað þetta aðeins. Já. En svo hugsa ég líka bara, fuck it, þá bara... Einmitt. Að mér finnst gaman að lesa löng komment. Já, einmitt. En þeir eru þokkalega skrifuð. Já, einmitt. Ég segi það, já, ég er alveg á því líka, sko. En rithöfundur, já. Fjölskyldin þín er svolítið mikið, hvað ég sagði, margir rithöfundur fjölskyldin þinni. Hvernig er það að skrifa bók? Erfitt, skemmtilegt? Hann Bragi Páll, kollegi minn, á Snillingur, hann var að lýsa en daginn og hann sagði eitthvað svona, akkurat meðan ég er að skrifa, þá líður mér ekkert endilega eitthvað ógeðslega vel. En þú veist, það er svo ógeðslega rewarding að vera búin að því. En þú veist, ég byrjaði á því sko sem krakki, þú veist, alveg bara þú veist, hann algjör klísja, en þú veist, ég var 6 ára, þá fórum við svona einhverju sögutíma í grunnskóla og þá byrjaði ég strax að skrifa einhverju framhaldssögu einhvern flugbánsa og eitthvað svona. Og ég satt bara, þú veist, fyrir mér var þetta bara eins og að vera að leika mér í, þú veist, leik með dúkkum eða eitthvað svona. Þú veist, og í rauninni er þetta það escape fyrir mér og þú veist, stundum er það erfitt og stundum er maður er komin á deadline og ritstjórinn er bara ég verða að fá hann að kapla núna og þá sit ég að mér veist alveg bara blæða úr öllum vitum og ég hata sjálf á mig og ég er samt eitthvað það kom alveg þannig moment en það kom líka náttúrulega moment þar sem að þú veist maður bara kemst á flug og maður er bara, mann finnst þetta að vera snilt og það er óslega gaman, þú veist. En var, að því pabbi þinn, nú þekktur rithöfundur, Einar Kársson, var hann eitthvað svona íta þér og systurinn, ekki systurinn líka rithöfundur? Jú. Var hann eitthvað svona íti saði eitthvað? Bara alltaf, þetta var bara óbels, nei, alls ekki, þú veist, enga veginn, en og bara alls ekki, en þú veist, það kom svolítið snemma í ljós hjá okkur báðum á svona ólíkan hátt, þú veist, pabbi er til dæmis þannig að þú veist, þegar maður talaði við pappa, þú veist, það er alveg sama hvað ræðir, þú veist, þetta er bara þannig að maður er að eiga eitthvað svona eðlilegt samtali eitthvað við eitthvað fólk, eða þú veist, við kannski systur mínu eitthvað, svo kemur hann og hann heyrir eitthvað svo lítið cue, þá kemur bara saga, bara svona innræður starkaðar, þú veist, og sem er bara geggjast að fokkin saga sem er til, með bara styrlu, og bara svo er bara alltaf svona twist í lokin og hann er bara ógeðslega, þetta liggur svo vel fyrir hann hann tjáir sig rosa mikið með að segja sögur. Og það er þetta hendi hann fyrirpart og þá bara allt inni, og þú veist, hann man hlutina alltaf einhvern veginn en maður veit líka hann skreitir alveg, þetta er oft bara svo ótrúlegt sem hann er að segja. En Kamilla finnst mér að hafa erst þetta líka rosa mikið, sko, þú veist, að hún hefur alltaf talað rosa mikið í sögum og fundið svona að finna vinkla einhvern veginn umhverfinu, en ég var meira svona innhverf, eitthvað svona, alltaf eitthvað skrifa einhverja dagbók og skrifa einhverja sögur og eitthvað svona. En hver er það þínir styrkleikar sem rithöfundur? Í rauninni fáir? Nei, já, þú veist, ég veit að mínir styrkleikar felast í, þú veist, karaktersköpun og skapa heim, og veist, ég til dæmis skrifa eiginlega ekkert út frá sjálfa mig, þú veist, sem að er, þú veist, bara eitt stíll, þú veist, en þú veist, þegar ég er alltaf býjað til einhvern heim, einhvern framandi heim, þú veist, fyrstu bókin minni var með einhvern, þú veist, djöfulan sirkus, þú veist, í þessari bók er ég að fjalla einhver fjölskyldu á Akranes, ég hef komið 2000 til Akranes, þú veist, og einhver sjómannsfjölskyldur, einhver drauga og einhver svona, en að ég, þú veist, mínu styrkleikar felast í því að ég hef áhuga á því, ég er góð í að búa til scenaríóið, og það hjálpaði mér rosa mikið þegar ég fór, að því svo flutti ég til Bandaríkjana og fór að læra kvikmyndahandritaskrif. Ok, áhugavert. Já, einmitt. Það er allt öðruvísi?
Algjörlega, en þar komu þessi styrkleika mínir rosalega sterkir inn, þú veist, að þegar við byrjuðum alltaf í svona early development bara á handritunum okkar þar í skólanum, þú veist, þá fann ég alveg strax að ég var einhvern veginn, ég var líka, þú veist, ég var alveg nokkrum árum eldri en flestir sérstaklega, ég var fyrst sko í New York í eitthvað svona tæft ár og svo í LA í tæft ár. Í New York var ég svolítið eldri en hinnir, en í LA kannski svipum aldrei, en ég var ógeðslega fljót, ég kem alltaf inn í tíman, þá var ég alltaf með geðveitt úthugsaðan heim. Þú veist, og þú veist alltaf bara, já, þú veist, þetta er svona staður, það er svona veður, þetta er fjölskyldan, þetta er atmóið, þú veist, okkur svona, og karaktersköpunin, sem að ég held líka að sé rosa mikið sem ég sækist eftir að finna, þú veist, í þeim bíómyndum og bókum sem að ég, þú veist, heillast það. En þá var ég að spyrja, þú ert búin að skrifa handrit líka, þú skrifa skáldsögu og þú skrifa kvikmyndahandrit. Það eru svo margar reglur í kvikmyndahandritum. En það er eiginlega reglur í skáldsögum. Er það ekki rétt hjá mér? Þú getur gert næstu í hvað sem er. Jú, þú getur alveg gert næstu í hvað sem er, sko. Og algjörlega, og ég bara hvet þig. En, þú veist, sko, það sem ég fann samt að ég varð miklu betri að sterkari rithöfundur eftir að hafa lært að skrifa kvikmyndahandrit. Og auðvitað þetta, þú þarft ekkert að byggja þetta alveg eins upp og þú ert ekkert með act to be endilega sem allt þetta fjandans og eitthvað svona. En ég heldur endur að þú skoða það, þá sé það bara mjög ofta mig, þú veist. Og en þú veist, ég lærði svo vel að fá yfirsýnina til þess að strúktúra söguna, þú veist. Þannig að þú veist, þessu síðustu bókinni minni, þú veist, þá var ég komin með, þú veist, þá notaði ég rosalega mikið þessa lykla sem að ég hefði lært í þessi 2 ár út í Bandaríkjunum til þess að finna þennan strúktúr, þú veist, bara, þú veist, til að dræfa söguna áfram, þú veist. Þannig að það gera svo mikla kröfur það í kvikmyndum. Og að ég hef aðeins lært þeim að skrifa handrit. Já. Og ég hef aðeins leikið mig líka með langt að skrifa skáldsögu. Já. Þannig ég er svona að prófa það líka aðeins. Það er ekki búið að gefa neitt út eftir mig, en það er svona draumur einhvern tímann. En ég fann það alveg bara svona, vá, þetta er alveg, það er okkur gaman að flakka svolítið á milli, af því það sem getur ekki að leyft þér í skáldsögum, þú getur sagt hvað karakterinn að hugsa. Já. Getur það alltaf ekki kveimdandi. Nei, einmitt. Það er stór munur. Það er algjörlega þannig og það er einmitt eitt af því að því núna hef ég líka verið svona handritalæknir svo stundum með að þú veist, er að fá til mín handrit að lesa yfir og þetta er einmitt það sem ég er alltaf að minna fólk á. Þú getur ekki sagt bara svona, hún labbaði inn og hugsaði þetta í handrit, af því að maður er bara eitthvað, þú verður að segja hvernig þú ætlar að sýna, af því að annars bara við hefum ekki hugmynd, skilurðu. En já, en þú veist, og það er til dæmis eins og svona að tala um þetta með að vera margorður, þú veist, það var það sem að ég þurfti einmitt að læra að gera ekki þegar ég var að skrifa kvikmyndahandrit. Og það var bara ógeðslega fín leksía fyrir mig, en það var líka svo gott að því að ég er ekki flúandi í ensku, þú veist, það eru ógeðslega margir Íslendingar sem eru bara, og þú veist, jafnaldra mínir sem horfðu bara Cartoon Network og eru bara miklu betri ensku heldur en ég var það ekki þegar ég kom út. En mér var ótrúlega oft hrósað fyrir hvað að vera með knappan og einfaldan stíl, skilur, bara ég kom bara hlutunum, bara ég sagði það bara mjög skýrt hvað ég ætlaði mér án þess að vera eitthvað skreita, en það var bara út því ég gat ekki skreita, því ég kunni ekki nóg mörg orð, þú veist. Þannig að þú helst kannski að vera veikleiki hjá þér úti, var það styrkleika? Nákvæmlega, það er alltaf að tala um það með handritin, kennarinn minn, ég fór til New York líki á svona námskeið, kennarinn minn sagði mér líka bara, það nennir enginn í Hollywood að lesa. Nei. Þannig að reyna að hafa mikið hvítt á blaði sínu og þau mögulega getur. Einmitt. Bara vera ógeðslega skýr og þú veist, þetta er ógeðslega mikið kunst að vera skýr, þú veist, að tala einfalt en samt að bregða upp ógeðslega skýru myndum, þú veist. Það er geðveikt gaman að lesa vel skrifið handrit, þú veist. Og þú veist, og það er náttúrulega líka, það er alls konar hlutir sem mátt gera eins og, þú veist, að láta díalógin og action language grínast saman og okkur svona, þú veist, það er alveg alls konar hlutir sem það mátt, það aðalega sem þarf bara að vera er að vera bara ótrúlega skýr, en svo náttúrulega líka strúktúrun, þú veist, og það er ógeðslega mikilvægt, þú veist, sem að mörgum fannst það erfitt í náminu tók maður eftir, og líka, þú veist, ég byrjaði að læra kvikmyndahandrit að skrifa fyrst, fyrstu vísirinn að því var þegar ég var í ritlist í Háskóla Íslands, og þá var Huldar Breiðfjörð að kenna mér þetta og þá kviknaði áhuginn á mér. Þá voru mikið samnefndu mín sem fannst bara óþolandi að vera þvingaðir inn í einhvern strúktúr, þú veist, að þau vildu bara vera þeir listamenn eitthvað svona sem þau voru, skilurðu. En það er ógeðslega mikilvægt að læra að fylgja þessum strúktúr og bara þú verður að kunna reglunar, þá máttu vera að brjóta þér, þú veist. Nákvæmlega, einmitt, þú voru að læra þér fyrst, svo getur þú kannski brotið þér. Einmitt. Að þetta er alveg eins og segja, þetta er ákveðin kunst og maður sér þetta í bíómyndum að maður er bara stundum bara eitthvað jæja, það er ekkert að frétta og því stundum finnst mér
sem að myndi vera langdregnar og þá finnst man oft svona, þú kannski aðeins geta farið betur eftir ákveðnum Já, back to the basics bara. Svolítið, þú skilur alveg hvað Já, ég algjörlega. En þegar þú horfir á bíómyndir, en þú ert búin að læra þetta, að skrifa handrita, þú þekkir eitthvað svona tricks og veist svona hvað að gera. Ertu gagnrýna þar? Ertu alveg bara svona eitthvað, þetta er ekki nógu gott. Já, ég meina þú veist, þegar að díalógar eru illa skrifaðir, þegar að díalógar eru þegar að frammynda sögunar eru sögðu díalógum, þá var ég bara mjög reið, bara það er bara bræði, þú veist. Mjög reið? Já, ég bara þolið það ekki. Og bara, mér þykir leitt að segja þetta, en mér finnst þetta oft gerast í íslensku kvikmyndum og sjónvarpsefni, þú veist, það sem maður er bara, þú veist, það er alltaf bara eitthvað svona, þú veist, fólk er alltaf að útskýra hvað gerast í sögunni, labba geðveitt hratt á meðan, og eitthvað svona, Hilmar hringdi í Þormóð, eitthvað svona, þú veist, og svo er það bara að segja mér allt söguna, þú veist, í staðan fyrir að sýna það á myndrænan hátt, þú veist, og svo líka ógeðslega oft bara, þú veist, mér er díalógar, það sem ég elska í góðan bíómyndum og ég fell ógeðslega mikið fyrir díalógum, bara þú veistlu, geðveitt vel, fallega skrifið díalógum. En þú veist, það sem díalógarnir er ekki notaðir sem gimmick, að þú veist, eitthvað svona, ég veit á saknar, Siggu, en hún hefur ekki verið í bænum í 10 ár, eitthvað svona. Það talar enginn svona. En þú ert að reyna að koma skilabóðum til áhorfanda með því að láta eitthvað segja það. Þú ert að tala exposition. Ég er að tala það, sko. Ég þolega ekki, þú veist. En hvað enginn þá góð samtölu bíómyndum? Gott dialog? Bara, þú veist, gott flæði, náttúruleg samtöl og það má alveg, þú veist, auðvitað þar senan, eða svona þarf það ekki, en helst að hafa einhver tilgang, skilurðu. En að koma honum tilgangunum smoothly að, þannig að þú veist, það sé ekki vera mókað í andlitaður. Þú finnur eftir að senan er búin að eitthvað breyttist, að þarna átti sér stað einhver dýnamík, en það er, þú veist, það er þessi subtexti. Þetta er algjörðveg kunst og ég er alls ekkert eitthvað frábær í þessu, en ég dái svo mikið af fólki sem gerir þetta vel, sko. Þetta er alveg ógeðslega erfitt. Já. Þetta hljómar svo einfalt. Þú ert að útskipta núna, maður bara, já, ég ætla bara að gera þetta svona. En svo sestu niður og þú byrjar að skrifa. En þegar svona text vel til, þá sit ég bara skjálfandi bara við skjáin, sko. Og ég er bara, þetta er snillt. Þarna eru töfrarnir, sko. Bara hvað ég náði þessu. Já. Þetta er geggjað. Herru, við ætlum að fara í topp 10 lista. Já. Á ég byrja bara fyrstu. Já, ég ætla að spyrja einu. Já. Rankar myndirnar eða er þetta bara 10 myndir? Vá, ég rankaði þær ekki. Hefðirðu treystir í það? Bara frá 1, bara... Já, það væri bara einhver klálega númer 1 og einhver klálega númer 10. Sko, þetta er svo rosalega ólíka myndir. Ég með þætti að ósengan gagga þeim. Gaggarmyndunum? Já. Ok. Að þetta ætla sér svo rosalega misjaft, þú veist. En ég ger það ekki. Ok, ég fer ekkert fram á það fólk. Ég mun að gera alls konar svona topp 10 þetta. Sumir koma bara svona, ég er með rankaða lista. Já, geggjað. bara búm. Svo er aðrir að segja, veistu það, ég beisli bara tristi mér ekki til þess að ranka. Nei. Það er alltaf góðu. Tökum einu. Ég veit ekki hennar lista. Nei. Ég veit ekkert hvar þinn áhugi liggur. Nei, við þekkjumst ekki það vel. Þannig ég er spenntur að sjá hvort þetta sé mikið grín, er þetta eitthvað horror, er þetta bara drama, er þetta byggt á sannri sögu, alls konar myndir sem komið til greina. Komdu bara með fyrsta myndina. Ok, fyrsta myndin er mynd sem að ég sá fyrir svona rúma ára síðan og ég var bara, mér fannst ég endurfæðast. Okay. Og hún heitir Florida Project. Já, ég hef ekki séð hana, ég veit hvað mynd það er. Ok, ég bara mæli rosalega mikið með. Hvað er svona gott við þá mynd? Sko, hún er, þú veist, það er þessi litlu krakkar sem að leika, þú veist, þetta var 8 ára stelpa sem leikur eitt aðhlutverkið, sem gerir það gjörsamlega flawlessly og þarna, að því að núna hef ég líka verið að leikstýra og ég á svona lítið framleiðslufyrirtæki og leikstýri svona vefseri og er mjög áhugasöm leikstjórn og þau ná þarna fram, þú veist, því sem að mér finnst vera hann, Sean Baker sem leikstýri eins og Willem Dafoe leikur þessi geggjar en sko, hann fær 2 leikara, það er að segja þess sem leikum mömmuna og dóttur hennar sem eru, þú veist, svona aðal karakterinn í myndinni. Mæðgur, svo Já, mæðgurna. Sem er aðalsverki. Já, og hvoru þeirra eru leikarar. En það eru svo ógæðslega náttúrulegar og dýnamíkinu milli þeirra er svo falleg og bara hvernig hann fær, þú veist, og svo eru þú veist krakkarnir að leika sér og eru eitthvað prakkarast og eitthvað svona og þetta er bara eins og sérst að horfa, þú veist, bara eins og þetta sé raunverulegar atbyrðis og þetta er bara eins og þetta sé eitthvað svona næstu bara svona heimildamynd. Já, rauninni, sko. Er þetta ekki það kom til mín maður sem að nefndi þessa mynd. Já. Fannst hún alveg geðveik og hann sagði bara að hann hefði sjaldan upplifa eins góða og sterka mynd. Að því við vorum svolítið að tala hvað kvikmyndir hafa svolítið breyst
mögulega gæði svolítið droppa sístu 20 árin eða 10 árin og hann vildi meina að þessi væri svo svakalega sterk. Hann hétt ekki Árni. Nei, ok. Að ég hitti Árni, að mann sem heitir Árni en daginn og við verðum bara öskrum bara í svona 10 myndir. Þessa mynd. Já. En hann talaði að þetta væri henni þeirra bakgrunnur, hjá þessum maðgum, er henni búa þeir ekki fyrir utan Disney World eða eitthvað svo leiðis og eru svona að horfa á neyslu brjálaði þar og það er ekki lítið pening að fátakar það er ekki neitt sko já, en þú veist það er svona kontrast já og máli er að þessi móðir hún er bara svolítið svona þú veist já hún er bara svona fátæk ung stelpa sem er bara eitthvað þær eru bara inn í herbyggi bara og barnið er að horfa á vídeo og þær eru að reykja hass og nei ekki báðar alls ekki saman barnið er 8 ára alls ekki nei en hún skiluru en hún er bara alltaf bara að hugsa að bara komast í gegnum hvern dag fyrir sig, þú veist, og býr í einhver svona projekti, þú veist, þar sem að, og hún, þú veist, á ekki fyrir leigunni og er alltaf einhver skítamixi og eitthvað svona. En hún er og bara barnið elst upp við aðstæður sem er ekki báðlegar börnum, þú veist, bara, barnið býr við skort og, þú veist, barnið býr við óöryggi, en barnið býr við mestu mögulega ást sem er til. Og hún er ótrúlega góð við barnið sitt. Já, hún er ekkert eitthvað að berja barnið sitt eða þannig. Nei, bara sambandi þeirra, það er svo mikið ógeðslega sterkur kærleikur þeirra á milli og hún elskar barnið sitt svo mikið og dóttirinn fær svo mikið frelsi til að vera hún sjálf og, þú veist, og mikla hvatningu og þú veist, í rauninni er þetta augljóslega besta foreldri sem maður getur hugsað sér. En hún hefur ekki í þessu samfélagi í Bandaríkjunum, þá hefur hún ekki tólinn til þess, þar sem hún býr við fátækt, þá getur hún ekki veitt barninu sínu þar sem, þú veist, barnið þarf að hafa. Og þú veist, svo skilur barnavernda nefnd og okkur svona eru eftir þeim skilur, eða þú veist, er að fylgjast með þeim og það er ágjur því, þú veist, hún getur ekki fundið sér penning og þú veist, og hún stendur fram fyrir það þurfa að selja sig og okkur svona. En hvað er pappin? Er hann ekkert, kemur hann ekkert í sögur? Nei, bara eins og mjög oft er því miður, það er bara engin pappi. Hann bara hafði stungið af, hann er ekki svona karakter í myndinni? Nei. Já, við fáum ekkert að sjá hann? Nei, þú veist, þetta er bara einsta móðir með þetta barn, þú veist. Er þetta sorgleg mynd? Sko, ég bara hef sjaldan öskurgrenjað jafn mikið og ég bara sé hana einsunni og samt bara vissi ég bara leið og bara hún var búin, þá vissi ég bara þetta var hann besta mynd sem ég sé en ég veit ekki hvort ég myndi treysta mér gegnum þetta ferðalag en það mjög mörg ógeðslega fyndin atrið og hún geðvegt falleg og það sem svo fallegt þetta sanna mæðgnarsamband og það snerti mann sérstaklega svo djúpt út af því að þetta svo rosalega raunsannar senur, þú veist. Já, þannig að þær eru ekki, eins og nefndur aðan, þær eru ekki leikon. Nei, þú veist, ég byrjaði sko að fylgja þeim á Instagram að því ég bara, þú veist, þetta svona eitt af þeim skiptum sem þú bara störlast, þú veist að veita meira og ég menn þessi gæla, ég veit ekki ég var ekki svo viss hvað leiksturinn fann hann við minna hann að funda hann bara á Instagram. Og þetta bara venjuleg kona, bara eitthvað? Já, hún er bara svona, hún er mjög mikið tattúveruð og svona já, svona karakter eða já, og svona hún passar einhvern veginn svona inn í prófílinn svona útlitslega, þú veist en ég held að hann hafi ekki vilja að fá leikara og þú sérð alveg munin á leikstílinn með þeim og Willem Dafoe en þarna held ég til dæmis að, þú veist að góður leikstjóri, mér finnst þetta vera líka önnur kunst, þess að þú veist handritshöfundur sem skrifa geggjað díalóga, leikstjórin sem tekst einhvern veginn að setja, þú veist, ég hugsa til dæmis að það sé mikið improv í þessum díalógum. Já. En að takast að ná þessu framskomu krökkunum líka, þú veist, það er ekkert sem bendir til þess að þarna sé neitt barn að leika, ekki neitt, þú veist, og þau eru í senum saman, þar sem að þau eru eitthvað svona, þú veist, er eitthvað svona að djóka og er eitthvað svona að prakkarast og fara inn í eitthvað hús og finna upp einhverjum leikjum og eitthvað svona, og þetta lítur bara allt út fyrir að vera algjörlega raunverulegt, þú veist. En þegar þú ert þá með svona leikara svo Willem Dafoe, þungavætta leikara, alveg hókin á reynslu, er þá skrítið að sjá hann í þessum atriðum? Nei, það er það ekki, sko. Að þetta er svolítið svona raunsæmynd, eðlileg, svona náttúruleg. Já, en svo maður bara býta Willem Dafoe, fyrir hann að einhverju projekti eitthvað. Nei, menn hann bara gerir þetta svo vel, þú veist, að hann er bara geggjaður þarna, sko. Hvað leikur hann? Sko, hann leikur gæjan sem að rauninni er leigusalinn í þessu projekti, þú veist. Er hann einhver fantur? Nei, nefnilega ekki, og þetta, þú veist, það er einhvern veginn ekkert svartkvitt í svona mynd, þú veist, það er engin, jú, þú getur alveg séð þetta barnaverndarnefnd finnst mann að vera ill, en maður áttar sér samt líka alveg á því að hún þurfa að skerast í leikinn, skilurðu,
en Willem Dafoe, þú veist, hann vill mæðgunum vel, en hann verður að fá leigutekjur frá mömmunni og hann þarf að hóta henda þeim út og hann þarf að tilkynna ef hann sér að það eitthvað sem gæti verið vanræksla. En þú veist, eftir þetta, þá hugsa maður svo mikið bara, þú veist, bara hvað felst í, skilur foreldrahlutverki, að því að þú veist, barni gæti alveg traumatisera sem eftir að vera tekið og þessum kærleiksríku aðstæðum frá þessum móður sem elskar sig inn á okkar fósturheimila sem maður veit ekkert hvað myndi gerast, þú veist. Þetta er svolítið svona, þetta er flókið. Já, mjög. Þetta er hella, sko. En þú ert að selja mér þessa mynd. Hún er rosalega góð og sko, ég man bara eftir, ég held ég með minnar að ég hef búið einmitt úti þegar hann kom út og hérna Herdís vinkona mín sem er einmitt kvikmyndatónskáld og mikið svona kvikmyndakona, hún sagði við mig bara eftir að hún sá hana og hún var bara, heyrðu, þetta er mynd sem þú átt eftir að elska. Og ég byrjaði einhvern tímann á henni en þú veist, ég var eitthvað svona eitthvað í símanum eða eitthvað svona, þú veist, og hvernig datt eitthvað út. Þetta er svona mynd þú þarft að setja í gang og bara horfa á skjáin og bara leyfa henni að fara með því ferðalag. Þannig að tók mér svolítið tíma að sjá hana en bara hvað með kóður, bara hún er geggjuð, sko. Ertu gjörn á það að fara í síman og horfa á mynd? Þú veist, ef að ég er eitthvað svona, þú veist, finn fyrir eitthvað svona yrðarleysi og eitthvað svona, þú veist, þá ger ég það alveg, þú veist, þannig að, en ég mæla ekki með því, af því að, þú veist, það bara, og þess vegna er svo gefið að fara í bíó, þú veist, þá er maður bara vá, þú veist, að sjá mynd í bíó og sjá hana heima á sér á tölvuskjá og þegar maður er með síman með höndina, þú veist, þetta er bara, maður er náttúrulega svífir það myndina með því, skilurðu. Er þetta ekki ákveðin vanvirðing? Jú, þetta er það, þú veist, algjörlega. En það er margir sem gerir það. Já, ég meina, við erum bara með svo ógeðslega mikið ADHD, þú veist, bara áunni ADHD, bara í einhversum Instagram tímum og maður er bara á hann ruggla, maður þarf bara endalaust stimulation og þannig að maður bara klikkar, þú veist. En eins og með það, fara í bíó og þar einmitt er erfiðara fyrir að vera í símanum. Já, má ekki. Þú vilt ekki vera fáiðinn, hangi eitthvað í símanum. Einmitt. Finnst þið gaman að fara í bíó? Mér finnst það geðveikt. Mér finnst það ógeðslega gaman. Alveg á bara hvað sem er. Nei, þú veist, ef myndin er léleg, þá getur... Lappar út? Eða klára hana? Veistu það, ég er miklu líklega að lappa úr leikhúsi. Þá get ég orðið alveg, bara þú veist, þegar maður er svona offended, þetta er svona slæmt, sko. Já, það hefur gert það, lappa út bara á okkur leikhúsi. Já, bara nýverið, sko. Þú veist, ég þóra ekki að segja hvað var, en... Nei, við skum ekki nefna það. Nei, alls ekki, en nei, þú veist, mér finnst maður nú þrauka, náttúrulega svo sjaldan líka sem er hlé í svona seinni tíð í bíóum. Sjaldan? Veistu það, er það hlé? Ég fer eiginlega alltaf í Bíóparadís. Já, það er alltaf hlélausar sýningar þar. Já, einmitt. Já, en reyndar eins og í COVID, þá ég fróttist í sambjóin. Já. Þá voru þeir oftast með ekki hlé, svo að fólk var ekki saman í einhverjum hópum. Já, einmitt. Það var alveg næs, mér finnst gaman að horfa myndir alveg bara svona í einu rönni. Já, bara klára þetta. Já. Ég veit ekki. Nei, ég beila mjög sjaldan, en þú veist, mér finnst mjög gaman að þú veist, ég og kærastinn minn höfum verið að gera mikið að kaupa svona klippikort, þú veist, Bíóparadís. Já, einmitt. Og bara fara á einhverja myndir, og bara líka myndir sem maður veit ekkert þú veist. Ertu þá að fara á alls konar, kannski einhverja mynd frá Albaníu eða eitthvað? Já, algjörlega. Ég get ekki nefnt einhver dæmi núna, en þú veist, en já, ég meina maður, þú veist, eins og þegar það er einhver, þú veist, tískýra franski kvikmyndadagar eitthvað, þá fer maður bara og kíkir maður á opnunarmyndina, þú veist. Og svo er líka gaman að fara á þessar erlendi myndir, þú veist, eins og Verdens versti menneske, við fórum á hana, þú veist, og þessar Óskarsmyndir, já, og mér veist bara æðislegt að fara í Bíóparadís, þegar maður fær einhvern veginn svona, þú veist, opnar einhvern veginn líka oft bara glugga inn í einhvern veruleika sem að maður þekkir ekki neitt, þú veist. En, já. En eins og Hollywoodmyndir? Bara alveg svona pjúra, veist, ert að sjá Marvel-myndir? Nei. Alls ekki, þú veist. Alveg bara, nei, þú veist bara, og minna, eins og þegar vorum bara í heilarhristingi bara, þú veist, þegar strákarnir voru að spyrja, þú veist, þess að þig og Villa Neto og eitthvað eitthvað svona nördadót, ég satt bara hjá, ég vissi ekkert, þú veist, ég bara engan áhuga á þessu, sko. Alveg bara engan? Nei. Þú veist, ég man alveg, þú veist, mér fannst, þú veist, eins og ég er ein af þeim ógeðslega fáir sem fannst þetta Batman Robin bara geggjuð. En ég fór líka hana í bíó þegar hann var ný og mér varst bara Uma Thurman vera bara það svalasta sem ég nokkuð sem hann séð, sko. En þú veist, allt svona, overheiti dót og eitthvað svona, ég bara, þú veist, hvað er í gangi, þú veist. Er það tímasón ára svona myndir? Þú veist, en maður verður að gera það í bíó. Þú veist, ég fór eins og hvað hétt hann, Dark Knight eitthvað. Þetta var óslega flott, það var hundlegilegt. Hundlegilegt. Já, þú veist, ég fann enga svona dýft í sögufræðinum, skilur, ég vildi vita kompleksa allra, skilur, og uppeldir og af hverju þau hötuðu sig og, þú veist. Já, ég skil. En ég fekk ekki, sko, og svo okkur svona barndagasinnur, mér finnst það alltaf bara ógeðslega pointless. En þetta er sem ég skemmt við þetta podcast sem ég með, að ég hitta alls konar fólk.
flestir sem koma hingað elska, kannski sérstaklega strákar, þeir laðast aðeins móverðjum, bara hvað ég elska Dark Knight og bara þegar ég verið að spyrja fólk út svona top 10 lista, þá Dark Knight oft bara á þeirra top 10 lista. Sem bara snill. Þannig það er alveg gaman fyrir mig núna, fá þig og þú bara nei. Já. Ég bara, þetta ekki fyrir mig. Nei, þú veist, nei, einmitt. Og bara, þú veist, eins og, ég ætla að fer ekkert á Marvel-myndir, ég hef ekki séð neitt þess að því ég bara... En kæristinn, er þið með svipaðan smekk? Já, sem betur fer. Er hann að laumast á Marvel-myndirnar einn, segir ekki frá því? Nei, sem væri, ég myndi alltaf brjálast. Nei, en hann, sko, það sem kannski greinir okkur að þeirra, eða þú veist, við höfum bæði áhuga á svona, ég hef til dæmis engan áhuga á high concept, þú veist, bara, þú veist, ef þú getur pitchað þetta í liftinni á nokkrum myndum, þá er ég ekki að fara að kaupa þetta. Ég er bara, mér finnst það ekki, þú veist, þá er ég bara nei, þú veist. Og þú veist, eins og svona stríðsmyndir og mafíósamyndir og sem svona high concept, hann getur dott inn í það, en ef sko sjónarhornið er of breytt, þú veist, við erum bara að fjalla einhverja styrjöld eða eitthvað svona, þá detti ég út. Ég vil alltaf komast nálægt mannesku, þú veist. Ég skilið, þú vil kannski svona aðeins minnisögur sem eru kannski persónulegri. Já, karakterdrifin alla leið, skilur, þar er ég bara. En ég sá núna daginn, hún var svo almennilega, hún Tinna Hrafnsdóttir, hún er að gera skjálta. Já, með, snilligur. Og ég er að fara að hitta Tinnu núna bráðum. Ok, geðvegt. Og það kom til mín. En ég er búin að sjá þess skjálta. Hún bauð mér á sérstaklega fórsýningu. Geðvegt. Mandras? Ertu búin að sjá hana? Nei, ég fer á þriðjudaginn á frumsýningu, þannig að... Ok, ég er alls engin spoiler frá mér, Nei. En þessi mynd, ég held að þú ert að fíla hana. Og mér fannst hún rosalega falleg, rosalega mannleg, og ég veit ekki það að ég táraðist. Ok. Það hefur ekki komið fyrir mig, held ég bara nokk til mig. Vá, í alvöru? Og það finnst mér vera stærsta hrós sem ég geti gefið til henni. Vá, einmitt. Ég hlakka til að sjá hana, ég ætla að reyna að spotta atriða sem þú fara að gráta. Ef að þú táraðist og tárast eða aldrei, þá þýðir það að ég er að fara öskugrenning gegnum þetta allt, skilur. Ég er bara oft þannig að þú veist, ég byrja bara eftir 10 mínútur svo hætti ég ekkert, bara út alla myndina, þú veist, bara í geðsræðingu, þú veist, þannig að... En svo er alltaf eitt sem gerist þegar maður eignast barn, því minn strákur er 14 mánaða. Alla myndin hún sem díla við föðurhlutverk eða foreldrahlutverk og að maður vilji standa sig sem foreldri, þetta hittir núna miklu meiri mark hjá mér, skilur við. Og maður verður líka bara viðkomari. Einmitt, já, maður verður svona meir. Já, en þetta var rosalega, hvað er það, þetta var svona endurnærandi einhvern veginn samt. Þú veist, ég labbaði á myndinni, þá var ég samt einhvern veginn glaður. Já, ok, geðveikt, ég er bara sjúklega spennt. Já, ég vil ekki overhype hana. Nei, en þú veist, ég hef lesið bókina og fannst hún æði, þannig að ég er bara, og bara dyrka Tinnu og allt sem hún gerir, þannig að ég bara hef mikla trú á sér. Ok, þá ert þú bara in for a treat, myndi ég segja. Já, ég held það. Og vonum það. Ok, Florida Project, hvað ertu með meira? Heyrðu, þá er ég með Orphanage, sem er sko framleitt af Guillermo del Toro. En þetta er fyrsta kvikmynd leikstjóran sem heitir Juan Antonio Bayona. Ég er ábygglega að butchera þetta nafn. Og þetta er bara mynd, þetta er svona hryllingsmynd. Þetta er draumynd? Já, sannarlega. Og það er bara, þú sé hana? Ég sé hana, já. Frábær. Já, það er bara eitthvað við hana. Það er náttúrulega, ég elska að hlusta á spænsku. Þú veist, það er bara allir að byrja með, þú veist. Flott tungumál. Geðveikt og bara svona, bara þú veist, já, bara þú veist, þegar, þú veist, bara konur að kallar tala spænsku, þú veist, þá mega þau vera, nei, ok, guð, ég ætla að segja svo ógeðslega yfirborðskemmtilega þessu. Nei, mér er þetta bara mjög sexy, skilurðu, þú veist. Já, það er ekkert að segja það. Nei, en ég ætla að segja eitthvað, þú þarft ekki svona að vera sætur, eitthvað svona, en svo var ég... Það verða allir sexy sem tala spænsku. Já, svo var ég bara, stopp, Júlía. En já, þú veist, það er eitt af það sem heillaði mig ógeðslega mikið. Ég man ekki eftir mómentinni í sána fyrst, en ég sé hann svona 3 og 4 sinnum, eitthvað sem er samt sjálfspynting, en þetta er svona mynd sem mér langar bara svo mikið að sýna öðrum, að ég er bara svona þingað til að horfa meðan ég er hjá, þú veist. Horfur ofta sömu myndina? Nei, alls ekki, sko. Þannig það er henni bara... Þú veist, það er alveg myndir. Smá afrek bara fyrir því, persónulega að sjá hana svona oft, þessa. Ég meina, af því að hún er, þú veist, geðveikt góð og hræðileg. Þú veist, hún er hræðileg mynd og hún étur alveg innan, skilurðu, þú veist. En hún er ógeðslega falleg. Af hverju er hún svona hræðileg? Náttúrulega, sko, það er þarna, þú veist nákvæmlega hvað að tala um þegar ég segi twisti í sögunni. Það er enda, ég sá hana bara fyrir 10 árum. Manstu ekki eftir þessu mómenti, þar sem þú áttar þig á öllu sem hefði gerst? Jú.
Ok, talandi mig. að vera foreldri, ef þú myndir sjá þessa mynd í dag, ég ætla að segja að þú myndir ekki sleppa, það kemur tár. Ég myndi fara að gráta. Já, það er bara staða málsins, þú veist. Ég held það alveg líka, ég geti trúið. Það er þessi viðsnúningur, því við erum alltaf í þessari óvissu hvað er í gangi og þú veist, draugagangin og hvort að hann sé sér staðir raunveruleikanum og hvað verður barnið. Þetta snýst allt það að hún tínir þessu barni og í fyrsta lagi völdu sætasta krakka í heiminum. Þannig að meira sem fyrir mannskið sem mig sem barnlaus, þú veist, ég bara, það þurfti að finna þetta barn, skilja, að það er svo fucking sætur. Sem geðveikt stór, brún aug og krullur og hann svo sætur, sko. Og nú eindislega krakki og eitthvað og hún alltaf með, þú veist, allt þetta samviskupið gagnvart í að hafa skamman og hann var veikur, þú veist, sem að gera allt eitthvað svo gersamlega skelfilegt og hann bara hann svo hverfi bara, hann bara guðvar upp og yfir jarðar eftir hún hann skammar hann, skilur hún bara ímynd þessi samviskupið sem að, já, svona sem að var hann ekki með eitthvað svona póka yfir hausnum eða eitthvað? Það var, þú veist, draugur, já, sem að var eitthvað svona, já af því þetta hafði verið sérst eitthvað skóli sem að þetta hús sem við byggum, það verið eitthvað svona heimaskóli eitthvað svona, þú veist, ég þarf að rífa henni upp. Þetta er rosaleg mynd og náttúrulega bara, þú veist, þetta er eina af þessum myndir sem er svona visjóli líka, bara hún er svo ótrúlega falleg á að horfa á, svona, þú veist, og það er þetta sjórinn og það er þetta gamla hús og alltaf eitthvað svona ískur og þau þetta með spænskuna sína, þau get sæt og eitthvað svona og svo er bara þessi rosaleg harmur og þú veist, náttúrulega, þetta er náttúrulega líka svolítið svona rosa spennandi, þegar maður er bara, hvað kom fyrir barnið, hvað er barnið og svo kemur mómentið, þú veist, ég ætla ekki að spoila neitt, það sem kemur í ljós hvað varðum barnið og það er sturglast að bíómyndatvist, bara sem ég séð. Mér rámar í þetta, ég ætla að spyrja það eftir þáttur. Já. Því ég er ekki alveg 100% viss, en ég vil heldur ekki spoila þetta er mynd sem ég held að margir sé ekkert endilega búin að sjá. Nei, kannski ekki. Nördarnir eru búin að sjá hana? Já, einmitt, já, ok. En það er sem ég held, sko. Einmitt, já, ég hef ekkert eitthvað mikið skinnbráðu, ég man ekki hvað var til þess að ég sá hana, en þú veist, almennt séðan, þú veist, sko vanandi Guillermo del Toro, þú veist, ég er ekkert eitthvað mikið lataðandi, þú veist, því, þú veist, ég fíla ekkert eitthvað rosa mikið, svona alveg svona pjúra einhver svona fantasíur, og mér var stildur með Shape of Water, mér var glæpsanlegt þegar hún skreppur upp á þetta hennan fiskarna, þú veist, og veist, það er bara mjög margt sem við varum bara disturbing það er sérstök með já, mjög sérstök en Pan's Labyrinth, hvernig er það hún? Veistu, ég sá hana og hún sat ekkert mikið í mig kannski myndum við finnast hún æði en það er eitthvað, það er of mikið ævintýri eitthvað, ég veist ekki þú ert ekki trefin af Lord of the Rings bara, nei, ég var það samt alveg sem krakki en svo horfa á þetta fullorinn er ég bara myndur þú segja að vera alvöru gefin svona kvikmyndaðan? Viltu eitthvað svona bara realisma já, það geti alveg verið það geti alveg verið já. Mér finnst alveg, en ekki, ég er samt alveg með grínmyndir, sko, en það kemur ljós, já. En þú ert kannski ekki með, ég meina þú ert með draugamynd, já. Er einhver varólamynd eða vampírumynd? Nei, sko, en ég kattaði út Shining, þannig að ég var með aðra hryllismynd. Já, en hún kom til greina? Já, ég elska hana bara, þú veist. Frábær mynd. Ok, The Orphanage. Þetta er geggjumynd, það er reyfinu. Já. En málega líka eitt af versta, þetta er svona first world problem sem er, því ég mynd á podcast. Já. Sérstaklega sem top 10 þáttum. Fólk er ofta að koma með einhverja hugmyndir. Þannig að svona minn watchlisti, já. Hann bara stækkar og stækkar og stækkar og stækkar. Þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt. Og ég hef takmarkaðan tíma, með lítinn strák heima og ég hef líka kærustu og ég hef líka verið með þeim og þannig að ég er alltaf bara, ok, eins og núna, Orphanage, ég það rifið hann upp. Það er kannski 100 aðra myndir sem ég verða að fara að sjá. Veistu það, ég myndi bara, ég er ráðleikar að setja hana fremst á listan. Sko, en það segja það allir um mig. En ég trúðu mér, þú veist, út af því líka sérstaklega að því við erum að tala um þetta sem að, en að því, þú veist, til dæmis komin í þetta föðuhlutverk í alvörunni. Já, ég held að það setja alveg svo nýtt krydd þannig. 100%. Já. Af því þegar ég sá hana það langt síðan, ég alltaf var ekki ekki þeim hugleggingum með sér, sko. Ekki, það var ekki neinum hugleggingum. Ok, hvað er næst þér? Herru, nú man ég ekki, en það er hérna... Svo með það skrifa niður í síman? Já, þá er ég með, en ég sá og heyrði að Willi Netto var með þessa líka, það er Eternal Sunshine. Ok, áhugavert. Þá er ég að spyrja þig, hvað er svona gott við hana? Því ég og Willi vorum báðið mjög hrifnir henni. Já. Akkur fílar þú hana? Þú veist, það er bara, hérna, ég sá hana, minna hvað ár kemur nút, ég skrifa hann hjá mér. Þetta er 2004. Já, þetta er ógeðslega langt síðan. Það er þessi, bara, sko, ég, lærði heimspeki
og Ok. og var alveg bara svona, þú veist, sjúk í alla heimspeki bara þegar ég var krakki, þú veist, las Veröld Soffíu og skýrði alla bánsana mína, eitthvað Demokrítos, eitthvað, sem var eitthvað svona handklæða kanina og eitthvað svona. Þannig það er bara heimspekin, mér finnst bara hugmyndin vera svo ógeðslega heillandi. Hver er heimspekin í Eternal Sunshine? Þú veist, það er rauninni bara varðandi þetta með minningar og hvernig, þú veist, og hlutverk minninga í líf okkar og hvernig það væri að geta hreinsa þær út. Af því að þú veist, minningarnar okkar er það sem gerir okkur að því sem við, einhvern veginn finnst mér að gera okkur að okkur sjálfum. Og ég hugsa mjög mikið minningar og mér finnst mjög óhugnalegt að ímynda mér bara, eins og að vera 4 ár í menntaskóla og ég muni alltaf neitt eftir því. Og er ég þá sama manneskjan ef ég hef ekki minningar þetta og okkur svona. Þannig að mér finnst, þú veist, þessi svona hugmynd að geta hreinsað þær burtu og hvaða afleiðingar það hefur. Mér finnst það bara rosalega heillandi. Heldur að væri gott fyrir okkur ef við getum gert það? Tekið út slæmar minningar? Nei, veistu, hvað er góð spurning. Oh my god. Þú veist, getur að hugsa að gera það, því að það eiga allir sína slæmu minningar, allir lendi í einhvers konar áföllum eða ástasorg eða eitthvað. Ég myndi samt ekki vel að sleppa þeim. Nei, akkurat, og ég meina, ég með þess að þannig, en þú veist, það er rosalega auðvelt fyrir mig að segja, ég minni rosalega forréttindastöðu, ég myndi ekki heldur verið að sleppa reynslunni, þú veist, en náttúrulega þegar reynslan getur verið það hræðilega sjálfsögðu, skilurðu. En þú getur alltaf ekki tala fyrir það fólk. Nei, einmitt, en þú veist, fyrir mig, þú veist, ég er bara gengið gegnum alls konar að vera í ofbeldissambandi og hvað svona, og hvernig öll þessi áföll skilur endanum einhvern veginn gera mig að mannskjörn sem ég er að mörgu leyti og líka kenna manni, rétta manni verkfæri ef þú komst út úr því að þú veist þá lærir einhvern veginn betur, þú veist, fyrir næstu reynslur. Mér finnst það gett áhugavert og þú veist, það er önnur mynd sem ég er ekki að tala um sem heitir Klikk með Adam Sandler, mannst þetta mig? Já, grínmyndin. Já, en þú veist, svo hættir hún bara að vera grínmynd. og þú veist að þá er önnur svona heimspekileg pæling sem er varðandi það, þú veist, hvort þú myndar þegar maður er eiginlega bara, oh my god, ég nenni ekki þessari viku hvað þú gæti bara eitt að taka, þá bara sleppur þessari viku og bara komin fram, með fjastringu komst alltaf fram með tíman en sko, og þetta er ógeðslega fyndið og þetta er bara prumpubrandarar, þangað til eftir hlé þegar það verður bara, hann er eldgamall mista á öllu lífinu sínu liggur einhverjum polli, eitthvað öskrandi eitthvað svona, ógeðslega skrítið shift í þessari mynd sko. En það er önnur, það er svo önnur þú veist, það hérna er með fortíðina og þar voru með framtíðina og þú veist báðar þessar myndir eru einhvern veginn að spyrja þessar spurninga skilur, ég bara, þú veist, hvað myndir þú gera en af því sögðu, þú veist, þá finnst mér líka bara þú veist, mér finnst þessi ástarsaga bara ógeðslega falleg þetta rómantísk mynd? Mér finnst það sko mér finnst það líka já, sko það er eitt nefnilega við nefnilega horfðum á hana nokkra myndir, ég hafði séð hana nokkur sinnum sko, þegar við horfðum á hana í skólanum úti og vorum að fara yfir hana og mjög margir í bekknum mínu höfðu hana sko varst hún bara ruggla geðvætt í sér og bara óþægilega og okkur svona en þá sem sagt hérna er velt fram spurninguna því í lokin kemur svona montage þar sem við sjáum þau aftur og aftur í mismunandi aðstæðum vera að gera eitthvað svona snjóengla og eitthvað svona og þá var spurningin er verið að segja okkur að öll myndin sé lúpa og þau fari aftur og aftur og eyði hvort öðru og hittist aftur og eyði hvort öðru og hittist aftur Ég held ekki til svara þessu Okay. Af því að Willi sagði mér það, ég vissi þetta ekki Já. Hann sagði mér að þeir hefði köttað út uppurlega endurinn var þá sérðu þau fyrir gömul Sérstu Clementine og Joel sérðu þau fyrir gömul og þá er þá gefið sterklegt í kynna þau eru kannski búin að fara 50 sinni að láta eyða og alltaf hittast aftur og Já, sko einmitt, það sem ég heyrði nefnilega er að Charlie Kaufman hafi viljað það Hann hafi viljað að þetta væri lúpa Já, það passa við það sem Willi sagði Nákvæmlega, en að Michel Gondry gaf okkur von, skilurðu og fyrir mér er þessi von mjög mikilvæg Það meinar þá vonin að þau fari ekki aftur og eiga minninu Já, og við séum að horfa á þau brjótast út úr þessu patterni, skilurðu og ég þarf það bara, ég og okkur Hollywood og okkur Amerikanar, skilurðu við þurfum þetta, þú veist, við þurfum að því að þú veist Smá von Já, og það rugglar einhvern veginn í mér að ég hafa bara að því ég þarf að slaufa endinum hafa byrja á stað A og enda á stað B og hérna var ferðalagið en hérna er þangað sem við komumst en ef þetta er lúpa þá bara það rugglar svo í haustum að mér og líka bara varðandi bara einhvern veginn þú veist, mér langar svo mikið að því að þetta þú veist, að því að þú veist, þau komust að því að þau þú veist, vildi ekki missa hvort annað og við erum búin að fylgjast með þessa ástarsögu þeirra og við viljum bara að hún fá að lifa ég vil bara að hún fá að lifa Í sammála, Já, hann að Ég hélt með þeim auðvitað,
þú veist. En mér finnst það svo falleg mynd, mér finnst það samt sorgleg, eins og það er atriðið þegar Jim Carrey karakterinn, því hann alltaf láta eyða minningunum sínum og hann reynir að halda í þær og ég fæ alltaf gæsóð þegar ég hugsa Já, og hann er bara nei og svo byrja bara húsið að hrynja og þetta er eitthvað svo ég get ekki gert það, ég get ekki eytt mínum minningum. Nei, einmitt, og þú veist eins og varðandi þú svona ástarsambönd skilur einmitt, þú veist, þegar maður hugsa það, þú veist að því að maður hefur, flestir hafa átt í nokkrum í gegnum tíðina og þú veist, og þau gleymast og þú veist, allt einn kemur mómenti einu sem elskaður einhvern, gefið mikið og svo allt einn kemur mómenti sem er bara labban í löfun, sér viðkomandi þú veist, ég til dæmis hitti fyrirvandi kærasta minn daginn, bara, ég var með hann í 5 ár og hitti hann á bar bara, og hann bara stóð að panta bjór og mér var alveg sama, skilur við og sem er bara heilbrigt eðlilegt vonandi, en ég hugsaði samt eitthvað svona vá, þú veist, fyrir einhverjum árum hefði ég aldrei geta órað fyrir að vera þessum stað, þú veist. Nei, það er alltaf þegar maður er kannski á slæmum stað, eða ganginum ástasorg eða eitthvað, eða gengum skilnað eða eitthvað. Þá er það erfitt að sjá að einhver gat verið miðjan í heiminu þínum og svo er hann gjörsamlega relevant og þér gæti ekki með að drullu saman, það er óslega áhugavert. Það er áhugavert. En þegar ég hugsa tilbaka, þú veist, svona sögum ástarsamband sem ég átti í, þá langar mér samt mér finnst mikilvægt að eiga minningar það, skil. Mér finnst óhugnarlegt að hafa verið svona intens í einhver sambandi við einhvern og svo síðan bara, þú veist, einhvern veginn engin hluti af lífið minni, eða þú veist Því þú manns samt væntanlega ennþá eftir sambandinu, skilurðu? En þú getur ekki kalla fram neina tilfinningar kakvart því, þú veist. Nei, en þú ert samt með minninguna. Því að þú ekki gera sem þau gerir í myndinni, þá myndir bara þurrkast út. Já, bara þessi manneska, ég bara hef aldrei hitt hana. Aldrei hitt hana. Já. Það finnst mér pínu skeri einhvern veginn. Það er ógeðslega skeri, þegar mann langar til þess að einmitt, þú veist, auðvitað langar mann til þess að eiga minningar og þú veist, minningar eru bara líka bara svo ógeðslega stór hluta því sem gerir okkur á því sem við erum. Þetta er bara það sem við eigum í lífinu fram að þessum tímapunkti núna er bara minningar, þú veist. Algjörlega. En þá verð ég að spyrja, því að við erum að tala um Eternal Sunshine og þetta er svona romantík ástasaga. Trúir á sálufélaga? Nei. Þú veist, ég er svo ógeðslega grounded. Þú þurftir ekki að hugsa Nei. Finnst þetta bara að vera bull? Já, menna, allt svona, mér finnst það ógeðslega gaman að pæla alls svona hlutum eins og svona stjörnumerki og hérna eitthvað svona lesa stjörnuspána mín, bara hvað segja Sigga Kling um mig, skilur, þú veist, en ég veit ekki hljóma eins og fáviti og svona virtual signal fáviti bara, en þú veist, þegar maður hugsa bara bara fólk á flótta, skilur við, af hverju ætti eitthvað stjörnurnar að vera ákveða hvort að ég einhver geggjaði vinnu, hvort að ég einhver geggjaði viku, eða sé að fara að fá stuða eitthvað í vinnunni eða einhver skemmtileg vinur sé að fara að banka upp á þegar, þú veist, einan sem fólk er að hugsa um allan heim er bara að lifa daginn af og bara, þú veist, algjörlega. Hann að, þú veist, sálufélagi minn eitthvað, ég hitt eitthvað sálufélagi einhvers þar, ég er bara svona, nei, þú veist, það er bara, sorry, ég er ekkert eitthvað algjör tómikja og við erum bara eitthvað lífverur og við drepum svo bara springur í jörðinu, þetta er allt pointless, skilur við, en þú veist. Ég var svo jákvæður og bjartsýn, þú er búin að draga mig. Já, þú ert bara heim að gráta, þú veist. En eins og með það, til dæmis, að þú sagðist að hafa lært heimsbyggja á því, er líf eftir dauðann? Já, mjög góð spurning, hérna Hvað er með eitthvað svona, hvað er með bjartsýninu? Ok, já, veistu, ég ætla að gera í alvörinni Þó þú þurfa að ljúga Já, veistu, það er himnaríki og það er bara geggja og það er sigurpúðar út um allt og það er alltaf uppáhaldstónlistin Nei, hérna, og endalaust af bíómyndir Marvel bíómynd, þannig bara á lúppu Og það er þetta hljómar ekki vel Nei, ok Nei, hérna, nei, já, ég held að í alvörinni Hver er þín tilfinning? Ég held í alvörinni að ég er bara svona á því að þú veist við vitum ekki neitt skilurðu og það er bara þú veist við erum bara mannkinn versus jörðin við erum búin að vera ef að saga jarðarinn að vera klukkutími þá erum við búin að vera 1 milljónastu sekundabróti hérna bara eitthvað djók já við erum bara algjörst djók og við erum bara svona pínulitli maurar þú veist og það er bara ég held að þú veist í stærra samhenginu þá er bara hennar litli mannsheilin okkar getur ekki graspað hvað er í kringum okkur og hvað það heimurinn er og hvernig líf kviknaði ég trúi alls ekki að það sé bara svona blúpp, bara svona fáranleg tilviljun skilurðu, þú veist ég held að sé eitthvað ógeðslega mikið more to it, hvað það er, gæti ég bara ekki skilið, en vonandi bara eftir í degi þá bara, já, eitthvað svona Heldurðu einhvern tímann komið staði?
meðan við... Ekki þessari vitund, held ég, nei. Þið meður. En er þetta eitthvað sem hræðir þig? Með mér, dauðinn hræðir mig mjög mikið. Já, er það? Mér finnst það bara, hræðileg staðreynd í heiminum. Að ég sé feig. Þó þetta sé partur af náttúrunni og þetta er eitthvað sem allir gangi í gegnum. Já, en þú veist, það eina sem við þekkjum og eina sem er lífið. Og tilhugsun að það stoppi bara allt, öll tilverðin, finnst mér skelfileg. En að sama tíma, ef einhver myndi segja við mig bara, heyrðu, viltu vera eilíf, viltu bara vera eins og bara vampíra sem er bara alltaf einna, þá á maður bara, þú veist, maður verður þreyttur, sem er fárulegt, maður bara, oh god, þú veist, maður er að finna sér eitthvað karriér og okkur svona, svo bara, nei, en þú veist, þetta hættir aldrei, þú veist, þá væri maður alveg bara, shit, þú veist, þannig að einhverju leiti, það er eitthvað inn í manni sem að gera það að verkum og maður þarf að vera endanlegur, maður þarf að líta á lífi sem kafla, mjög langan vonandi kafla, en skipta því upp í minni kafla, en tilhugsun að það bara stopp ekki. Þú veist ekki að finna maka og vera með hann að eilífu, það. Það er skrítið tilhugsun. Já, ekkert smá, veist. En er þetta ekki líka dauðinn? Gerir hann ekki lífið svolítið dýrmætt? Þú veist, jú, algjörlega, og ég meina, þú veist, auðvitað verður maður að hugsa líka bara, þú veist, alltaf þegar maður er að, þú veist, hlusta fólk að lesa viðtöl við einhvern sem hafa komist nálægt í eða, þú veist, eru nær dauðanum heldur en maður er og, þú veist, minna á mikilvæg þess að lifa í núinu og svona, þú veist, það er alveg leksía sem að maður getur bara aldrei mynd sig of oft á, þú veist. Algjörlega. Hanna, jú, algjörlega, það er bara, og þú veist, ég hugsa alveg oft þú veist, þegar ég á svona þingudag þar sem ég fer ekki fram úr rúminu, þú veist, panta dóminu sem ég borða upp í rúm og horfa Office í 300 skipti, þá er ég bara svona, ég er að svífira lífi, skilur, þú veist. Hvað er ég að gera? Já, og þetta gætur síðast dagur minn, þú veist, það er þetta það sem ég ætlaði að vera að gera, skilur. En á stundum er maður bara, er maður að gera ekkert annað en að vera til, skilur, og það auðvitað er maður að svo að tækifæri, eða þú veist. En svo líka, maður getur ekkert nýtt hverju einustu mínútu í að gera eitthvað uppbyggilegt. Nei, takk fyrir. Ég þarf líka að mynda þetta, sko. Að því að líka, maður þarf líka að minnast á það að stundum er lífið bara erfitt og maður var bara hvíld og gera ekki neitt. Og þá er bara Office, þú veist, bara ameríska Office og pizza, skilur. Gerist ekki betra. Nei. Ok, hvað er það meira? Við varum með Eternal Sunshine, frábær mynd. Geggjumynd. Þá var ég með, þetta getur komið ávart, 4 Weddings and a Funeral. Vá, það er titill sem ég hef ekki heyrt bara síðan að koma út. 4 Weddings and a Funeral með Hugh Grant. Já. Og Andie MacDowell. Andie MacDowell leikur ógeðslega illa. Alveg bara geðveikt, hún leikur ógeðslega illa í þessari mynd, sem er mjög skemmtilegt, þú veist. Og hún er bara, hello, I didn't know you would be here. Alveg bara, þetta er ógeðslega skrítið. Þetta er ágætis leikona? Já, hún er geggjuð í nýjönda Netflix-þáttunum hann. Mate? Já, en ég veit ekki af hverju. En mér finnst það líka að vera svolítið sérmennandi við þessi mynd. En það sem er magna, hún kemur út á 1994 og þetta er bara svona ógeðslega breskur, svona völgar húmor, þar sem allir eru geðveitt misheppnaðir og ógeðslega subbilegir. En það er einhver svo geðveitt svo mikið kjarnaást í þessum vinahópi sem við kynnumst þarna, sem er bara fáránlegur, þú veist. Og það er þarna Hugh Grant og það er þarna systir hann sem leikur alltaf í þessum myndum líka, þessari og Notting Hill og hérna, og hún er svo með svona burstaklippingu, svona geðveitt rautt hár. Allir eru alltaf að fá sér sígaret og kalla að fá sér fag og segja fokk og þú veist, og okkur svona. Og þú veist, og til dæmis strúktúrin í þessari sögu er ekkert eitthvað gefið, þú veist, augljós eða sterkur. En hvað er hún í stuttu sko, þetta er bara... Það er svo langt sem ég sá hana. Þetta er sem sagt, bara Hugh Grant og þessi vinahópur, sem að, og þú veist, hann er svona gefið svo misheppnaður eitthvað svona flagari, þú veist, en kynnist... Hugh Grant? Já. Er alltaf að hitta einhverja gellur en við vitum þetta bara hann er alltaf að hitta einhverja gellur en gengur ekki neitt og verður ekki ástfangin að þeim svo kynnist hann Andie MacDowell þú veist, mætir í eitthvað brúðkaup hittir þessa konu, fær hann að gjörsamlega heilan alveg upp á marki sem er svona bara stalkerilegt sko, og nema þú, svo er þetta svona will they won't they skilur, hún eignast mann þú veist, þau hittast alltaf reglulega í þessum brúðkaupum og jarðarförum og þau tengjast einhvern veginn í kringum hann vinna. En er aldrei saman? Nei, er ekki saman, en sko máli er að þessi kjarnasaga þeirra ástasamband er ekkert ógeðslega spennandi. Það sem gerir þessa mynd svo geggjaða er þessi karakterar og það er til dæmis, það er hommapar og hvað heitir hann leikar, hann skoskur,
Ég er búin að IMDb þessa myndið það. Já, hann heitir, ég man ekki, John Hannah. John Hannah? Já, John Hannah, já. Sem var í Mummy myndunum. Einmitt, sem var í Mummy, Mummy. já. Málega, hann leikur hérna homma og þetta er 1994 og ég elska, þú veist, hvernig, maðurinn sem hann á, þú veist, þeir eru ekki eitthvað svona, skiluru, svona staðalímyndir af hommapari. Já. Hann er svona, þessi maðurinn sem hann elskar, er gefið svona stór og luralegur, svona algjör lurkur, svona grófur eitthvað. Já, rosa grófur með mikið svona grátt skegg, svona, og ístru, þú veist, og þeir eru bara gett ástfangnir. Án þess að það sé einhvern tímann eitthvað svona tala um það að vera gay eða eitthvað skilur eða þú veist. Þetta er bara fólk. Það er bara fólk. Og ég er að fara að spoila þegar ég segja að það kemur þetta magnaða atrið þar sem hann deyr og þessi myndi frá 94. Já, ég meina. Þeir er alltaf að segja hana. Já. Ok, og það er, þú veist, funerali í myndinni og það er svo ótrúlega falleg sena. Það sem er sem sagt, jarðaförin hans er haldin, þessi manns. Og þá kemur John Hannah bara í pontu, skilur, í kirkjunni og svo margt svo ótrúlega flott sem hann segir. Hann segir meðal annars að það er ekki talað um að þeir séu par. Maður fattar það bara, þú veist, að þeir elska hvern annan. En eru þeir ekkert að leiðast eða kissast eða... Jú, þú veist, þeir eru svona, eins og John, þú veist, þeir búa greinilega saman. John Hannah er að, þú veist, Er hann að fela það? Nei, sko, þetta er bara einhvern veginn þarna. Og þú veist, þetta er einhvern veginn ekki beint adressan, þú veist, þeir eru að laga kragan hjá kröðurum og knúsast og okkur svona. En þú veist, þetta er aldrei in your face að þeir séu par eða það sé eitthvað. Þetta er ekkert eitthvað svona gimmicky eitthvað, þetta er bara fólk og þetta er bara þeir eru bara sambandi. Já, og þú veist, 94 að það sé ekki einn svona dressa, heldur bara láti hanga þarna. Það geggja. Og velja þessa 2 leikara til að vera hommaparið og hvað þeir eru geðveikt genuine í sinni túlkun á þessu og þeir eru sérst í jarðaförinni hjá manninu sínum, þá kemur hann upp í pontu og þá er hann sko kynntur sem vinur hans, ekki maðurinn hans, skilurðu. Þú veist, sem er ógeðslega típist fyrir hennar tíma, þú veist að ekki allir kannski, ekki öll fjölskyldan kannski viðurkenndi það sem par, þá kemur hann upp í pontu og segir eitthvað svona, sérst, þú veist hann, ég man ekki hvað hann hét, en þú veist maður minn skilur að þú veist hvað hann hét, hann sagðist alltaf verið hrifnar af jarðaförum heldur brúðkaupum, að því jarðaför, þá ætti hann allan einhvern sénsa að vera aðhlutverkið og þá voru hann alltaf að tala um það að hommar með ekki gifta sig, skilurðu. Og þú veist, og bara svona lítil sena og svo heldur hann, flytur hann ljóðið, hann Stop the Clocks, þú veist, nú man ég ekki eftir hvernig ljóðið er, en ég ávita, þú veist, sem rithöfundur, en bara svona geðveitt frægt, ógeðslega fallegt, harma ljóð manneski sem deyr og hann stendur þarna og er svona að reyna að halda andliti og þetta er svo... Þetta hljómar sem ég myndi bara gráta yfir. Já, bara einmitt, þú veist, og maður grætur, þú veist, og þú veist, ég horfði á þessa mynd aftur daginn, ég rifið hana reglulega upp. Eldist hún vel? Hún er eldist geðveikt vel og hún er ógeðslega fyndin, þú veist, ég og kærasta minn vorum bara í kasti og maður er alltaf uppgöt eitthvað svona ný layers af bröndurinn með henni, þú veist, og það er svona, þú veist, þetta er bara, hún er ógeðslega skemmtilega skrifuð og þú veist, bara fyrir þá sem fíla svona hráan breskan húmor, þá er hún bara snilld. En þú veist, en svo er þetta líka bara einmitt, þetta eru þessir fáránlega random karakterar sem verða þessari, þessum ógeðslega skrýtna óvænta vinahópi og það sem enginn er einhvern veginn of útskýrður, allir eru bara þarna og einhvern veginn og svo bara kynnist þeim, þú veist. Og mér finnst það bara eitthvað svona, það er einhverju töfrar þarna, en það sem er gallinn er að þú veist, maður er alltaf, þetta leiðir alltaf upp á mómentina sem að hann hlýtur að byrja með Andie McDowell, skilurðu, að því hann elskar hana, en mann er drullu saman þau og mann finnst þau eiginlega bara svona semifávitar. Já, og svo á Hugh Grant heyrnarlausan bróður sem kemur bara og tala bara tákmál og það er ekkert gert eitthvað mikið mál til því, það er bara eitt gard en tala bara tákmál og tala í tákmál og þú veist, það er svo margt eitthvað svona, þú veist, þetta er bara eitthvað neginn samansapn af Svolítið undan sinni tíð Já, mjög mikið nefnilega, sko og þú veist, og svo hvernig eftir þetta ég meina, svo, þú veist, þetta er 94 og svo fáum við Friends sem er bara svona ógeðslega, að mörguleiti mjög homofóbískir þættir og þú veist, þetta er náttúrulega líka brest, þú veist, sem er kannski eitthvað servisi, en ég meina Ég held að kanin er alltaf var. Já, alveg. Þeir eru eitthvað svo hrættir eitthvað. Mikið hræðsla, já, einmitt. Sem er svo galið eitthvað. Og líka bara, en þann dag í dag, eins og maður er að sjá samkynhneigða íþróttamenn, þora var alltaf að koma út úr skápnum, og sem maður bara svona, hafði það 2022. Ég veit, það er ógeðslega sorglegt. Af hverju þetta skipti ykkur máli?
En svo bara horfum maður þessa mynd frá 94, skilur, sem er bara eitthvað mynd af alltaf um heimi, þú veist. Ég þarf að tjekka eftir á henni. Ég Já. man nefnilega á sínum tíma, ég fættur 83, Mhm, þannig að ég er 11 ára þegar hún kemur út. mhm, Ég sá hann ekki alveg þegar ég var 11 ára. Ég hugsi ég hafi verið samt frekar ungur, kannski 13 ára eða eitthvað. já, En þetta var stór mynd já, einmitt. á sínum tíma, ég man Já, því. einmitt, hún var með vinsæl, mér minnir Mjög þess vinsæl. að, ég sko fætt 87, mér minnir að hún, ég hefði séð hann tiltölulega snemma, eitthvað svona vídeokvöld með fjölskyldinni, þú veist, en þá tók ég hana mjög nærri mér varst mjög hræðilegt þegar maðurinn deyr, þú veist, okkur svona, að þegar maður er bara, þú veist, sem krakki fannst mér bara allt eitthvað, sérstaklega, þú veist, það var náttúrulega alltaf með þessa dauðafóbíu, þannig að mér varst þetta bara allt eitthvað mjög sorglegt. En síðan þá hef ég myndi séð hana bara nokkur sinnum, þetta er bara svona mynd sem er bara mjög hollt og gott að rifja upp og hún einhvern veginn veitum hann alltaf gleði, sko. En það er líka gaman að sjá að þess að þú talar þú veist, þeir eru hommar, einn er svolítið heyrnarlaus. Jú. Það er svo gaman að það fer aftur svona 20-30 ára eftir tíma og horfa á svona gamla myndir. Svo gaman að sjá bara, vá, heyrðu, þetta er svolítið cool. Einmitt. Í staðan fyrir bara svona, eins og mjög kannski Friends. Já, Fyrir að það sem horfa er á- alveg, bara, úff, tíðarandinn alveg rúst, bara töðu þetta og bara hrækti Já, bara, já, þetta er einhvern veginn eldist kannski ekki vel. Mhm, Þannig að það er svo gaman að sjá svona gamla mynd mhm, sem var greinilega langt undan sinni tíð. einmitt. Ótrúlega skrítið. Og einhvern veginn, og mér finnst ekki það mikið tala um þetta aspekt af þessu, af þessari Á bíómynd. þessari mynd. Já, en þú veist, ábyggilega samt, sko. En, og þú veist, og þetta þótti ekkert eitthvað sjokkarandi að þetta tæmi eitthvað, þetta var bara, en, Já, enginn var einhvern veginn bara kipis upp það. nei, þú veist, En það náði líka að vera. algjörlega. Við ætlum að vonum að í framtíðinu verði þetta bara 100% Mhm, ekki tiltökumál, Einmitt. alveg sem í hvað geira ástarfar, alveg sem í Mhm. hvað landi. mhm, Ok, Forveiting's on Funeral. já. Ég var klálega að rifja hann upp, ég man bara ekkert þetta sem Ég bara, en þú setur hann á langa listaðin, hann tíðvanlega listaðin. hvort að við horfum á hana, eða Florida Project, eða rifja upp Orphanage. Ömmut. Ok, hvað er það meira? Herru, þá er ég með mynd sem heitir Y tu mamá también. Hana sá ég ekki. Sem er mexikósk mynd frá árinu 2001. Er þetta Pedro Almodóvar? Nei, hann heitir, Hver gerði þessa mynd? hérna, Alfonso Cuarón. Já, ok, er þetta með hans svona fyrstu myndum? Það geti verið, já, ég held að þetta sé að einhver leiti eitthvað svona sjálfsæfisögulegt. Ég þóra ekki fullir þeim að samt, sko. Hvað er þessi mynd? Ok, þetta er sérst svona tveir svona ungir svona strákar sem að eru geða góðu vinir, ógstlega svona, þú veist, og eiga í rosa svona intense, svona gett svona yfirborðskendir vináttu. Í fyrsta lagi náttúrulega er þetta bara svona sjónar bara veistla, þú veist, þetta er svona rosa mikið Mexikós, það er allt svona beige, brúnt á litin og svona, og glitrandi haf og þeir sem sagt fara í eitthvað svona road trip og og eru bara eitthvað svona, þetta eru bara svona gaurar, þú veist, ég elska bara hrinniða, hass, gellur, eitthvað svona. Hvað er það gamlega þessi? Er það tvítur? Þú veist, þeir eru kannski svona, já, svona tvítur. Svo sérst, og ég bara sé hana einu sinni, ég sá hana út í náminu út í LA og fannst hún svo mögnuð og kynnast þessari konu, sem að fær far með þeim og svo fara þau í þetta ferðalag sem að fer svo einhvern veginn algjörlega úr böndunum og það er bara rosalega mikið svona, þú veist, þau eru bara 3 og þau eru bara svona skemmta sér og þú veist, og alveg bara svona, þú veist, bara svona, þú veist, vín og kynlíf og hafið og eitthvað svona, og þau eru skemmta sér einhvern veginn eins og sé bara engin morgundagur, svo veist. Og maður veit þannig sé ekkert eitthvað mikið þessa konu, en þú veist, þeir verða báður alltaf skotnir í henni og sofa hjá henni og svo er þau allir fann að sofa saman og þetta er allt eitthvað svona, já. Óreiða. Mikil óreiða. Ok, en svo kemst maður að því í lokin að nálgun þeirra og ástæða þeirra fyrir því að þau fara í þetta ferðalag og sleppa öll gjössalag sér beislinu er ólík, þú veist. Ég vil ekki spoila. Nú, ok, þetta er svolítið þannig. Þú veist. Þú mátt segja mín vegna. Ok, ég ætla að gera það bara. Ok, þá kemst maður að því að hún er dauðvona. Þú veist, konan. Já, hún er að sletta og klauða hann svona í síðasta sinn. Já, líðinni þannig. Já, hún hefur ekkert enga tapa og þú veist, þau fara á hann stað og svo endar þetta á því það skilja sleiðir og þessir strákar sem hefði alltaf verið bestu vinir, þetta ferðalega endaði vinskap þeirra gjörsamlega. Að þetta bara gekk allt og langt og gengur bara í bara sturluninu sinni og þú veist, Y tu mamá también, þá eru þeir eitthvað svona rífast en á eitthvað svona grínhátt
og þá annar að augra hinum og segir eitthvað djöðlega ég reiði fyrirvandi kæristunni og fara yfir allt sem þeir hafa gert skor öðrum til að særa hvort annan, svo hlæja þær ókslega mikið og svo endar hann á að segja, í tú mamma tambien, ég reiði fokkin mömmuðinni líka og svo bara hlæja þær ókslega mikið og þarna bara alltaf ná svona hápunkti sturlunar, svo bara vakna þeir þunnir og eru bara, og bara eru bara, herri, jæja, og svo bara, og þarna verða þeir fullorðnir, bara eftir þetta, þá fara þeir í sikvar áttina og þegar þeir hittast aftur, þá eru þeir bara, eigaða bara fjölskyldu. Já, líður ykkur x tími, bara ykkur 10 ára seinna. Já, ég man ekki hvað leið langur tími, en við áttum okkur bara á því að, þarna eru þeir ungir og eru í æskunni og eru að klára ábyrgðarleysið sem að fylgir þessum æsku árum. Þannig þetta þroskasa. Já, en svo kemur hún inn í þetta, hún aðeins eldri, hún fer inn í þessa þeytivindu, en hún mætir einhvern veginn inn í þetta frá dauðanum, akkurat frá hinni leiðinni, Þetta er líka svona heimspekilegt, það er svona, fær mann ótrúlega mikið til að hugsa. Þetta er hljómað lága með. Ég hafði heyrt þennan titil, aldrei síðana. Getur verið að plagga þetta að vera eitthvað svona málverk eða eitthvað? Er ég að rögna? Það gæti alveg verið, Þetta er þetta frægur leikstjóri? Já, það. Já, hann gerði hérna Harry Potter mynd. Já, í alvöru. Hann gerði Children of Men, hann gerði Gravity með Sandra Bullock. Já, sem ekki ekki. Hann er bara, ég held þetta sé einu hans, nei, ég er að rugla okkur aðra mynd. Já, hún er 2001 þessi mynd. Tu mamma tambien. Já. Já, and learn a thing or two about life, friendship, sex and each other. Já. Ég þarf að sjá þessa. Já, Gael García Bernal leikurinn. Já, einmitt. Diego Luna. Ógeðslega svalir, Og náttúrulega líka spænskan, kemur hérna sterk inn, og er bara alveg, maður fær hann alveg bara beint í æð. Og svo er líka bara, þetta var alveg bara, mér langaði svo mikið til að flytja til Mexíkó eftir að horfa á þetta, því bara náttúrufegurinn er svo geggjuð og þegar þeir eru að keyra þarna svona, meðfram strandlengjunni og það er þessi glitrandi sjór og svo eru þeir að baða sig í sjónum og eru bara að drekka tequila og þetta er allt bara eitthvað svo ótrúlega æventýrlegt og ógeðslega heillandi. Hefur komið til Mexíkó? Nei. Ekki ég heldur, en ég hef svo góða hluti frá fólki sem ég þekki sem hefur farið. Þegar ég bjóði í LA, þá keyrði við kærasti minn til San Diego. Það var eins nálægt og ég komst, Að ég elska svo líka mexíkóska mat. Það er bara langu upp alls maturum minn. Þannig Já, ok, hann er góður. Já, geggjað, Og þú veist, það var svo gaman að koma þarna, til San Diego, líka bara þar sem í hverfinu sem ég bjóði í LA, það voru bara mest megnis Mexíkóar sem að byggju þar og byggju þetta hverfi. Þannig að þú hefðir mögulega mikla spænsku. Já, alveg bara inn á Subway og okkur svona, þú veist, af því að þetta er svo ógeðslega gentrified, þú veist, svo inn á fínu kaffihúsunum voru hvítir Evrópubúar sem töldu sig vera snillinga, sem töluðu bara ensku sína milli, en þú svo var mexíkóska fólki sem byggði þessa borg og byggði þessi hverfi, þau voru mörg bara, átti ekki möguleika menntun og það var allt svolítið hræðilegt, En er það ekki rétt sem er í LA? Spænskan er alveg mjög algeng þar. Jú, algjörlega, en þú veist, inn í þessu mexíkóska samfélagi sem að ég var ekkert, Partur af? Nei, ekki neitt, þannig að þau hafa svolítið svona sitt, en jú. Já, svona aðra sögu að segja. Já, algjörlega, en það var mjög góða mat. Já, ég trúi því. En eins og franskan, hvernig er þetta hún sem tungumál? Ógeðslega pirrandi. Og ég þoli ekki ensku með frönskum hreim. Ég er svona að tala frönsku. Já, bara orginal tungumáli. Jú. Þú fílar það ekki? Þú veist, stundum alveg tónlist og eitthvað svona, ég veit það ekki, en alls ekki eins. Það kveikir ekki næstu á sömu strengjum, Mér finnst það nefnilega, það finnst mér að vera 60. Já, ég skilði það alveg. Ég fatt að hvað varst að koma. Þú bara ekki sammála? Nei. Ég virði það alveg. Þegar ég fór til Parísar, ég bara eins og farið til Frakklands og heyri mitt bara á veitingastöðunum svona bara frönskuna. Ég var bara eitthvað, þetta er alveg það er eitthvað við svona franskt og sérstaklega það sem er franskt og dullulegt sem ég þoli ekki eins og Amélie og eitthvað svona franskt og krútlegt, ég er bara svona Þú fílar það ekki? Nei, það gerir mig alveg brjálað. Mér finnst Amélie frábær. Já, ég ætti að vera að meika þetta ekki. Er þetta svona off? Það er alltaf fucking krútlegt, þú veist. Já, verður þetta tilgerlegt?
eða væli Já, eða... ég veit það ekki. Þú veist, það bara eitthvað svona að tala frönsku og vera dúlla og vera með litla smáköku og alpahúi og baguette, ég bara svona, ég þoldi ekki. Veist. Þetta ómikið. Já, það alltaf mikið, sko. Ok, hvað ertu meira? Heyrðu, sko, núna ég að fara alveg, þá ég bara með Stellu Orlofi. Stellu í Orlofi? Ok, ég sá hana bara því að ég var barn. Ertu ekki að grínast? Oh my god, ég get sko sett þessa mynd í gang og ég get talað með allan tíman. Þú kannst hann þetta? Já, og hún kemur út þarna 86, eða mann rétt. Já, það ekki? Jú, sem áður en ég fæðist. Og þetta mynd sem hefur fyllt þér bara? Alveg, þú veist, við áttum hann að Vaffaðs, ég enda hún Duna, Gunni Halldór sem skrifar handritið, ég hef líka þekkt hana bara frá því að barn, sko, og hún bara mesti snillingur sem til, og bara fyndnasta kona í heiminum. Og bara, já, við bara áttum þess að mynda spólu og ég bara sett hann í gang aftur og aftur og þetta bara, þú veist, þessi mynd af íslensku samfélagi og bara húmorinn alltaf svo geggjaður og þú veist, ég heldur þetta systir mín, sko, við getum talað átt samtal sem bara frasar úr Stellu Orlofi, þú veist. Þeir eru svo Stellu Orlofi nördar. Já, þetta 100%. Ef ég nörd á einhver sviði, þá það nákvæmlega hér, sko. Þannig að þú farir í spurningakeppni og það væri bara að vera að spurja út í Stellu Orlofi og eitthvað sem tengist myndinni, þá er mjög líklegt að þú myndi standa vel. Ég myndi ábyggilega standa mig vel. Ég er ekki viss sem ég myndi vinna því ég veit að við Stellu fólki að núti, sko, við erum alveg mörg. Við erum mörg. Já, og ég meina, maður veit alltaf, og stundum nota ég svona bara test, þú veist, að fólk þegar ég hitta og svona hendi eitt Stellu-frasa, ef þú skilur, geggja, ef þú fattar ekki, þá áttu bara eftir að læra áttalega mikið. En sko Stella og fóstbræður, svo þarna er ég bara... Þannig að ef við hefum hist bara í fyrst skipti, þú myndir að henda einhverju Stellubrandara. Já. Ég myndi ekki fatta. Nei, þú veist, það þætti mér smá heartbreak, skilja, en ég myndi samt alveg reyna að gefa það séns. Gætu við ekki orðið vinir ef að... Þetta er strax orðið, alveg bara svona, ég er ánið efinn, sko. Þetta er ef ég má sletta, þetta er uphill battle fyrir mig. Já, einmitt. Ég man ekki þetta sem við. Bara Lions klúbunum Kitty og þú veist bara... Nei, einmitt. Og Latti, sem Salomon Gustafsson. Ég man ekki neitt, sko. Og veist, Latti sem Salomon Gustafsson er sérst kemur til Íslands að fara í meðferð í S.A.A. En Stella á mann sem hún er Edda Björgvinsleikur, hún á mann sem heitir Goggi og hann er búin að vera að halda framhjá með dönsku kvinnunni sem er svona einhver svona algjör skvísa svona á pinnahælum og í svona stuttu pilsi og hún er að fara að koma að hitta hana því að þau eru leiðin í bústað í Selá. Og svo, þú veist, þá slasast Goggi, maðurinn hann Stellu, og út af því að hún kveikir fyrst í rassinum á honum og eitthvað svona, þú veist, allt bara eitthvað ógeðslega fyndið með það. Og svo endar hann á því að hún eitthvað svona óvart hrindir honum eitthvað einhvern sjúkrabörum, þannig að hann endar á spítala, en hann er búin að ljúga henni, hann sé að fara að heita eitthvað kall í einhverja businessferð til í Selá, en ekki sérst náttúrulega viðhaldi sitt. Þannig að hún segir við hann, heyrðu, ég ætla bara að fara í Selá með þessum kalli, fer og sækir kallinn og finnur þá eitthvað blindfullan Svía, sem er Latti, Salomon Gustafsson, og hún bara, ert þú ekki að fara að koma inn í Selá? Og hann heyrir bara S.A.A. eða S.A.A. Þannig að hann heldur að hann sé að fara í meðferð og þau fara í svo sturlu fjölskylduferð og þetta er bara... Ég man ekki, þú ert að segja mér eitthvað svona, ég veit ekki hvort það. Mér finnst það bara ótrúlega mikill harmur, sko, en þú veist, sko, ég fór til daginn, ég og systir mín fórum og dróum vinkonu okkar með, þegar var svona, einhverja hátíðar, einhverja partysýning og Stellu Orlofi í Bíóparadís, og vinkonu okkar, sem hefur ekki séð þessa mynd 1000 sinnum, hún var bara, sko, að djöfla sýrar í gangi hérna, og af hverju fólk að hlæja þessu. Fannst það ekki skemmtilegt? Nei, þú veist, ég veit ekki að ég myndi sjá hann í fyrsta sinn í dag. Ég ætla ekki að fullera neitt, sko, eða þú veist, ég veit ekki hvort ég myndi tengja eins við hana. Er ekki þín tenging of sterk? Hún er rosalega sterk. Þú sást hana oft, þú veist, yngri. Já, oft á dag ef því var að skipta og mér finnst þetta bara að vera mesta snild sem hefur komið fyrir Íslands bíó. Þannig að er það besta íslenska myndi sem hefur gerð? Þú veist... Allavega þín uppáhalds? Já, algjörlega mín uppáhalds, já. Algjörlega mín uppáhalds. En þú veist, hún er alltaf bara, hún er að gera allt annað, hún er að leiðinni allt annað en þú veist, til dæmis eins og svo djöflegjan eða veðramót, eitthvað skilur þú veist, hún er, eða fúsi eða eitthvað svona, þú veist, þetta er bara pjúra grínmynd, þú veist. Sástu, kom ekki framhaldsmynd, Stella í frambúði? Veistu að ég lék í henni, en ég sást ekki. Nei, varstu í henni? Já, en sko ég var statisti bara, ég bara var á, þetta var ógst að fyndi, við vorum hann í heilan dag og það sást víst sko í hárlokk, eða horfir geðvegt vel og básar á einum stað.
Það var þetta hárið þitt. Já, það var hárið mitt, sko. Ah. Þannig endilega bara pröfið að tekka á sig. En veistu að ég sá bara svona hálfa eitthvað, hún hérna var ekki alveg... Ekki þinn tempóli. Nei. Erfitt að fanga kannski aftur eitthvað svona stemmingu. Já, ég held það. Ég held að það hefði mátt sleppa að reyna það, þú veist. Ég held líka, þó að ég sé ekki kannski mikill aðdáandi, þá er ég ekkert að draga myndar niður, ég bara man ekkert eftir henni, fyrsta rifinu. En hún á svo skipa sterkan sess hjá fólki, það kemur íslenskum bíómyndum. Þá ímynda maður sér, það er ekkert að gera framhaldsmynd. Þetta er svo að gera Sódóma Reykjavík 2. Já, einmitt. Það var eins og, þú veist, þegar hérna Trainspotting 2 kom, þú veist, það var ekki alveg nóg góð pæling. Og mér varst bara líka eins og fólk væri en ekkert það hrifið að því að fá framhaldsmynd. Nei, var ekki sem dýrkuðu Trainspotting. Og bara leave it alone. Já, þess að var eitthvað að biðja framhald. Nei, held ekki. Ég get ekki ímyndað mér. Það þarf ekki að gera framhald öllum mynd. Einmitt, en það sem mér veist alltaf mér svo óslega gott í þessa mynd, hún kemur hann 86, það er kona sem skrifar handrit, það er kona sem leikur alhauður, það er kona sem að leikstýrir, þetta er 3 ógeðslega magnaðar konur, skilurðu. Og líka bara, þú veist, að því ég er alveg uppi það, skilur, ég er 35 ára og þú veist, maður mannalega eftir bara sem krakki og úlingur og þegar verið hann haldaði fram að konur gæti ekki verið að fyndnar. En þú veist, konur... sem er eitthvað svo galið. Sem mann finnst svo absúrd pæling í dag, skilur en það er ekkert langt síðan, að þú veist, það var bara svona ein gamanmyndakona, skilur þú veist, það sem að þú veist, það þótti að vera undantekningin, skilur og sem betur fyrir erum við bara að komast fyrst núna einhvern veginn á þann stað, að fólk er bara, já, betur konur þú veist. Mér finnst þetta bara eins og að segja ljósært fólk getur ekki að finna. Já, þetta er bara nákvæmlega það, bara ekkert annað, þú veist. En já, þarna er bara 3 konur að vera bara, þú fá bara fullkomi rými til að vera fucking hilarious og bara, þú veist, og það sem mér finnst að það er líka eitt af sem þið ekki að væntum með þessa mynd, skilur, er bara þessi kvenna kraftur, sko. Það er líka alveg cool, ég myndi ekki að var svo mikið girl power. Nei, þetta er mega girl power nefnilega. Þetta er eins og segja 86. Og ég minna, þú veist, talandi það konur allir kvikmyndabransunum, þú veist, það var og er náttúrulega ennþá, þú veist, eiga það er erfitt uppdráttar með að fá að leikstýra og þarna er náttúrulega kona, en Þórhildur Þorleifs að leikstýra. En það er samt gaman að sjá mitt í dag, það eru konur er alveg eins og íslenskum kvikmyndum, það er alveg að koma sterkar. Já, það er að gera svolítið hratt núna. Já, það er að koma sterkar inn. Já, sem er bara ótrúleg blessun og bara geggjuð veisla sem að ég bara... Maður vill líka fá fjölbreytileika og ég finn það sérstaklega hjá mér þegar eftir þess að ég eldist. Já. Maður bara svona, ég er meiri fjölbreytileika. Einmitt. Skilur, hvort sem það er fleiri myndir svart fólk eða skilur, konur að leikstýra eitthvað, gaman að fá annars sjónarhorn. Já, þetta er svo fyndið sko að þegar ég gerist það með Instagram, Bíóblaðs Instagram sína, það er kannski með eitthvað svona keppnir, bara hver er besta grímmynd alltaf tíma. Svo kannski er mér 64 myndir og svo bara googla ég, líka ég man alltaf nokkra myndir, svo googla ég bara bestu grímmyndir. Svo sett ég bara plaggutinn. Þá sá ég þetta svart og hvítu. Bara svona hvítu kall. Og maður bara svona, vá, þetta er, ég hafði ekki pælt í þessu þannig. Veistu að ég pældi að lýsa, ég var að setja saman listan, ég var bara sitt, rosa mikið kallar, bara, þú veist. Rosa mikið? Já, en það er bara því að þeir bara dóminirið og náttúrulega gera það ennþá. En sem betur fyrir eru bara konurnar að bara ráðast núna inn á sviðið, þú veist, og bara, þú veist, það er bara ekkert lengur í boði að þessi mismunun sem hefur verið í gangi. Og það bara veldur því að við erum að fá bara allt, við erum að fá öðruvísi sögur og heyra nýja raddir. Já, nýja raddir og þú veist, karakterinn, ég menn, þú veist, eins og talandi Lord of the Rings, ég skil ekki hvernig nefnt að horfa á þetta sem krakki. Þú veist, bara hvað, þetta er svo ógeðslega sexist, þú veist. Lord of the Rings? Já, menn það er bara engar konur þarna, nema hún að fá Kate Blanchett sem fær að vera einhver guða álfur eitthvað, en það er allt bara kallar, að berast þau kalla og ný kallar, skilur, þetta er bara kjáta, þú veist. Það bjóða á hvað kom upp á þetta. Ég fekk vinkonum mína, Unni Eggerts leikonu, hún kom til mín og hún til dæmis þólar ekki The Godfather. Nei. Hún sagði, ég elska Godfather, en það var svo fyndið hvernig orðað, hún sagði bara eitthvað, ég nenni ekki að horfa á okkur að kalla, að gera okkur að kalla. Nei, ég skil hana ógeðslega vel og í alveg ég kom algjört óþol fyrir því. Að þú veist að ég kærti minn með hann hefur séð þessa mynd og ég bara, maður sjá, þú veist, menna plakatið, þú veist, ef það eru 6 einhver kallar, allir einhver stellingu, ég bara, nei, ég nenni ekki. Ég nenni ekki að horfa okkur að kalla vera kallast í hver öðrum, skilur við.
og er eitthvað slátt og rífast og þú veist, og svo er eitthvað ein og svo eru 2 konur í myndin og þær eru báðar þú veist, í einhverjum mínipilsum og þú veist, og eru bara til þess að vera eitthvað viðfang fyrir þá, ég næri ekki pöfumöld lengur, skilju. Sko ég er að hlæja þessu því að þetta er alltaf stund fyndið. Mér er líka gaman að hlusta á fólk með sterkar skoðanir. Ég til dæmis elska að horfa á Predator. Það er bara svarsmikið massa, allir massa gauðir og drepa bara geimveru. Mér finnst það æðislegt. En mér finnst líka alveg gaman að það sé til eitthvað annað. Já, mitt. Skilur við? Einmitt. En þú veist, það var erfiðar að finna eitthvað annað, skilur við? Í gamla það? Já, og eins og þetta Bechdel-próf, mér finnst það ógeðislega merkilegt fyrirbæri, þú veist? Já, Bechdel-próf. Já, Bechdel-próf, já, þú veist, af því að bara, þú veist, það er svo magnað hvað mikið af myndum, þú veist, bara sem að mann finnst vera bara frekar mikið jafnrétti í, þú veist, það bara sást ekki 2 konur vera að tala saman nema að sé að tala um kall. Og mann fannst þetta bara, maður var bara orðinn bara gegn sósa af þessu og tók ekki svona eftir, skilju. Ég hef aldrei pælt í þessu. Svo var einhver gestur hjá mér, ég man ekki hver, ég held að veri María Telma, leikona, hún talaði um Bechdel-prófið í ykkur mynd. Og ég alveg bara, Bechdel-próf, hvað er það? Já. Hún útskýrði fyrir mér. Já. Svo var ég að horfa okkur gamla mynd frá the 90s. Og þá var ég mynd í huga. Þá fór ég bara að hlæja. Já. Ég bara, fuck, dude, er þetta magnað? Og núna mitt horfi, já, eða er eitthvað 2 konur í einhverju senu, þá er ég farin að reyna að spotta. Þá byrjar ég strax að tala þá er þær 2 komnar saman til að tala um kallkarakterinn, eða kallana í lífi sínu. En það er bara eina sem þeir geta dótt í huga, konum getur dótt í huga að tala skilur við. Sem ég er alltaf að hlæja að þeir sem betur fyrir er þetta nú aðeins að breytast. Já, algjörlega. Og við erum líka að fara, eins og við talum við erum farin að fá fleiri konur sem leikstjóra og framleiðendur og skrifa. En þetta er samt svolítið fyndið þegar maður horfir tilbaka, horfir á gamla mynd og maður bara svona, vá, þetta er svolítið steikt. Já, einmitt. En já, vonandi er þetta að skána. Þetta er réttri leið? Já, þetta er algjörlega réttri leið, sko. Ok, hvert voru við komin? Herðu. Hvað er margar réttir? Hérna, það er bara mjög góð spurning. Heldur þú kannski bara 4 réttir eða eitthvað? Já, ég á 4 eftir og næsta er Forgetting Sarah Marshall. Hún er góð. Hún er fyndin. Af hverju ertu hrifin af henni? Herðu, þú veist, það var bara, hún kveikti á einhver hjá mér. Það voru eitthvað svona, þú veist, það er svona litli hluti. Í fyrsta lagi, ég held ég að vera ein þegar ég sá hann og ég held ég að horta á hann tölvuskjá fyrir alveg bara mörgum árum síðan, eða þú veist. Og það var bara eitthvað svona, minnst eitthvað svo geðvegt fallega manneskilegt í henni. Og þú veist, Jason Segel er að leika hann, hann geðvegt misheppnaða gaur, þú veist. Hann er ekkert misheppnaður, skilur, en þú veist, honum líður þannig og mann líður hann með honum. Ég tengdi 100% við hann. Og svo er náttúrulega hún Kristen Bell. Já, og hún er náttúrulega ógeðslega góð í því að vera svona geðveikt, svona kalda típan, þú veist. Er þetta ekki hún örgulega? Sem leikur Sarah Marshall? Kristen Bell? Jú. Já. Og svo er hún úr That 70 Show, hvað heitir hún? Mila Kunis. Já, Mila Kunis, já. Og hún er, þú veist, það er þessi kontrast á milli þeirra til dæmis sem karaktera, sem er svo ógeðslega fallegur. Þú veist, að því að Kristen Bell, þú veist, hún er bara, hún er svona algjör svona framaskvísa og fyrir henni er geðvegt mikilvægt að kærastinn hennar sé, þú veist, í flottum fötum, komið vel fyrir, hún getur montað sig af honum, eitthvað svona, og þegar hann er bara verið, svo missir hann vinnuna, þú veist, og er bara eitthvað heima, og er bara eitthvað að borða Lucky Charms upp í sófa á nærbuxunum. Sér maður hann ekki á tippinu? Jú, það er nefnilega, það er nefnilega eitt af fallegasta við þessa mynd. Sko, ekki tippið hans. Heldur að það sé óhrættur við að vera nakin, sko, að hans, sko, það er, myndin er römmuð svo meistarlega inn af þessari tippasennu og það er tippasenna í byrjun myndarinnar og myndin endar á tipparamma sem að rammar inn alla myndina og hvað hún snýst. Var það svona bookends? Já, og af því að þegar hann stendur hann á tippinu, þá er hann svo ógeðslega berskjaldaður. Já, fyrstu myndinni. Já, fyrstu myndinni, hann svo lítill í sér eitthvað svona, og hann er bara, þú veist, að því að hún er að dömpa honum, og hann er á fucking tippinu, skilurðu, og hann er bara eitthvað, þú veist, eitthvað, og þá segir hún eitthvað, hann er please að klæða þig, bara, þú veist, oh my god, hann er að klæða, hætti að standa hann grenjandi á tippinu, þannig að hún seimar hann þegar hann er minnstur og berskjaldaðastur. Svo þú veist í lokin, þegar hann er aftur á tippinu og hinn, gellan, kemur inn á hann, skilurðu, þá var hann bara, sorry, ég er á tippinu og í staðið fyrir að vera bara hann að klæða þig, þá lappar hann upp að hann og faðmar hann. Og þetta fannst þau svo ógeðslega fallegt. Vel skrifað? Já, fucking vel skrifað, þú veist. Og þú veist, þetta kristallar svo geðveikt mikið, bara einhvern veginn svona hvað var off í sambandinu sem hann var í, þar sem hann, þú veist, þar sem að konan sem hann var með, þú veist,
kunni ekki að meta hann fyrir mannskjörnum sem hann var. Hann þurfti að vera fullkomin út af við og þegar hann lítill og brotinn og búin að missa vinnuna og svona, þá passar hann ekki lengur inn í frama draumana hennar. Inn í boxi sem hún var búin að búa til. Já, en svo þegar hann heiti Mila Kunis, hún bara eitthvað, þú veist, að vinna þarna eitthvað á... Var hún ekki svona eitthvað frjálslynd, svona eitthvað wildcat? Jú, bara gekk góð með að bara vinna á einhverju hóteli, skilur bara Hawaii eða hvað sem þetta var, ég manna ekki. Og þú veist, og hún bara kann að surfa og eitthvað svona, og þú veist, hún ekki með neinum svo framahugleggingum, þú veist, henni finnst ekki eins og það skilgar henni sig, hvað hún gerir í lífinu, hann langar bara til að hafa gaman, þú veist, þá kynnist hann einhvern veginn svo allt öðru aspekti og hún ber virðingu fyrir honum, og svo líka svo ógeðslega skemmtilegt þetta með, þú veist, að Jason Segel hann náttúrulega bara algjör weirdo, þessi gauðir, þú veist, og hann hafði samið, brúðuleikhús, Dracula brúðuleikrið sem svo sýnt í myndinu. Já. Alveg rétt. Og það ógeðslega skemmtilegt, þú veist. Ég sá hann bara einu sinni. Keypti hann DFT. Já. Þetta svona mynd sem ég þarf að sjá aftur, því man hún komur óvart. Mér fannst hún helviti fyndin. Einmitt. Sko, eina sem ég fíla ekki, þú veist, að Russell Brand leikur svo nýja kærastinn hennars. Var hann ekki eitthvað surfergæi? Nei, hann eitthvað tónlistarmaður sem ógeðslega vinsæll en geðveikt mikið fíbl. Og mér finnst hann bara aðeins svo yktur karakter. Já, þeir tóku síðan heldur þann karakter og sett hann í, ég held þessi rétt sem í Get Him to the Greek. Já, ok. Já. Jonah Hill og Russell Brand minnir að teki karakterin úr Sarah Marshall. Já, ok. Mér minnir það. Það geti alveg verið, sko. Já, hann svona tónlistagæi. Já, en þú veist, hann bara svona geðveikt mikið, ógeðslega mikið ógeð og aðeins of yktur. Var þetta ekki fyndin? Mér minnir það. Þú veist, þetta bara ekki alveg mitt þeng. Þú veist, þegar ég svo ógeðslega mikið, ég þarf alltaf að vera svo gett jarðbundin maður. Þannig leiður einhver koma of langt í ruglinu, þú veist. Og hann var mér ástæðan ekki verið trúverðugur karakter. Og mikið fígúra. Ógeðslega mikið fígúra. Ég hefði fílað miklu betur, mér finnst þetta miklu meira relatable ef hann væri ekki svo mikið fígúra. En eftir þetta dýrkaði ég bara Jason Segel og ég sá hann eins og þú veist, það var í skólanum út í LA, það var bara kaffihús fyrir utan, þú veist, út fyrir utan skólan. Og skólinn sko í sama húsi og Warner Brothers Studios, þú veist. Ég lappa bara yfir kaffihúsið, bara ná mér í americano og skonsu eða eitthvað sem var bara allt sem ég hefði efna á, skilur. Og þá stendur hann bara að býða til kaffinu sinni og ég var bara Það er svo starstruck. Þú veist, ég hef aldrei hitt svona mikla stjörnu, skilju. Og þetta voru svona max 2 vikur síðan ég horfði á Forgetting Sarah Marshall í spiltaskipti eitthvað og ég var bara... Og varstu til dæra nýbúin að horfa á Sarah Marshall? Mér fannst það bara að vera örlögin, ég veist. Er það frægasti maður sem þú sé, eða hitt? Já, ég hugsa það. Eða svona sem ég alveg hitt, sem ég er ekki að tala við hann, sko. En þú veist, að vera svona í svona random, ekki að horfa á, skilju. Þú veist, ég var alveg farið á Nick Cave tónleika og sá hann svo einu leifstöð, þú veist. En að vera einhver að býða til kaffinu sinni, þetta var svo casual. Þannig fannst mér eins og ég var komin á eitthvað svona annar steg, sko. Í lífinu, þú veist. En líka bara út af því ég var svo mikill aðdáandi og þú veist, og mér finnst allt þetta, þú veist, eins og þetta með þetta Dracula brúðuleikhús og eitthvað svona, þú veist, það er svo greinilegt að hann er ógeðslega fjölhæfur og hann alltaf skrifa handrit sjálfur að myndinni, þú veist. Ég ætla að spyrja þetta það, skrifa ekki Segel myndinni? Jú, nefnilega. Og þú veist, ég held alveg að hann gæti mikið bóndað, sko. Mér finnst líka gaman þegar maður horfir á grímmyndir, það komu nokkrar með svona, það var eitthvað hjarta á Superbad, 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, Forgetting Sarah Marshall. Já. Eitthvað svona sál, hjarta, eitthvað mannlegt. Alveg sammála, ég hef með fíla allar þessar myndir, sko. Já. Þú veist, ég er ekkert að leitast ekkert eitthvað við þú veist, að horfa grínmyndir, svona, þú veist, en þegar það eru góðar, eins og þarna, þú veist, þú veist, hjartað og þú veist, og þetta mannlega og þú veist, og Og það hafa eitthvað að segja. Algjörlega. En að fá manni alveg til að hugsa. Þú veist, hugsa skilurðu, að vera framadrifin versus það að lifa í núinu og hvernig þú átt að líta á manneskina sem þú ert í sambandi við og hvernig kemur fram með makaðinn. Já, kemur fram með makaðinn, allt þetta, já. Mér minnir líka að hann hafi, er þetta ekki byggt á eitthvað sem hann lent í? Lent ekki eitthvað ástarsorg og eitthvað? Jú, einhver leiti. Það var sérst eitthvað stelpa sem hann var með, sem leik með hann með Freaks and Geeks, sem hann var í sambandi með og þessi dömp sena, þar sem hann er á tippinu, Það gerðist? Já, sko, skilst mér. Já, einmitt. Það byggi á því sem hafi gerst í alvörunni, þú veist. Mér fannst þið líka að finna því að horfa á myndina, jú, þetta er alltaf grimmynd, en það var eitthvað svona, það var eitthvað personlegt touch. Já, það var það nefnilega, algjörlega. Ok, nú erum við búin að bætast á watchlista minn, þó ég hef séð hana á þeirra rífinu. En þetta er algjör svona feel good mynd sem bara eitthvað, þú getur ekki slagt á hana á þess að vera glaðir, þú veist.
Nei, og það er líka þú enda myndin á því að brosa. Já, það bara er enga líkur öðru, annars ertu bara, annars ertu eitthvað aðstöð sem að, ég get ekki hjálpað henni, sko. Engi getur hjálpað henni. Ok, Forgetting Sarah Marshall, þá eru komin í top 3 eða svona, þóttu sér ekki rankarlisti. Já, þetta er ekki, sko, já, ok. Þá er ég með mynd sem heitir Life Less Ordinary, eftir Danny Boyle. Já, var ekki Ewan McGregor og Cameron Diaz? Jú, kemur Ég sá hann ekki. 1997. Í alvöru? Ég sá hann ekki. Nei. Var ekki cover eitthvað þau að kissast og Jú, hún með heldur á byssu? Jú, hérna, sko, þetta er bresk mynd frá, 97 og, Ástarsaga? Sko, að sumu leyti, þetta er semst fjallar hennan mann sem að, þetta er algjör síra á mörgu leyti. Er það? Já. Ó, ég held að Það er bara englar og guð og eitthvað svona. Er þetta þannig mynd? Já, en sko, ég myndi ekki segja að það skilgrinni myndina endanlega, en þetta er sérst þessi gæi sem að vinnur eitthvað hann að skúra, þú veist, í einhver svona stórfyrirtæki. Og hann er Ewan McGregor, sem var nóg fyrir mig í mjög langan tíma. Ég var svo mikill aðdáðandi hans. Varstu skotin í honum? Ég var svo skotin í honum. Þú veist, ég fór að gráta þegar ég var 12 ára og bjóð út í Berlínu með pappa og ég brotnaði bara alltaf saman af því ég áttaði maður að ég hamar aldrei fara að maður minn og það langaði mig ekki að lifa, skilur við. Já, þú varst ástfangin á hann. Já, og ég, þú veist, ég eignaðist bókumann sem ég las alveg spjaldan á milli sem var bara svona, þú veist, og ég átti sko plaggut, ég átti svona Obi-Wan og ég ætla að fíla alls ekki Star Wars, sko, bara veist það hundfokkin leðilegt, ég var að skila ekki neitt, hæpið við þetta rugl. En ég ásatt svona mannhæða háar Obi-Wan Kenobi, skilur, mannhæða. Og svo var ég með risa plaggat af honum með Moulin Rouge, það sem hann er svona, þú veist, að rigning og hann er að horfa svona upp, þú veist, því ég bara veggur þú veist, en veggirnir í úlíkherbygginu mínu voru bara Ewan McGregor. Og ég uppgöt hann í þessari mynd, þar sem ég bara, og já, hann sérst leikur hann að gæja sem er að skúra fyrir eitthvað fyrirtæki, en svo er hann bara tjáð, bara það er að skipta honum út bara fyrir hennar róbota, svona, hann er vélmennar róbota, og þú veist, konan hans fer frá honum og það er hann svo ógeðslega mikill lúser og einhvern veginn er þetta alltaf eitthvað sem kveikir í mér, eitthvað svona menn sem konur fara frá þegar þessi svona lúser, apparently, skilur við. Og þá var hann einhvern veginn ekkert eftir, þannig hann ákveður að sviðsetja mannrán á dóttur mannsins sem á fyrirtæki, skilur, sem er eitthvað svona geðveikt ríkur, svona áhrifamikill maður. Og það er Cameron Diaz? Já. Þú veist, og svo byrjar ógeðslega, og hann fer með hana í eitthvað hús, einhverstaðar, og bindur hann eitthvað niður, og svo byrjar hún, þú veist, að kenna honum að mannræna sér, þú veist, og ég bara eitthvað svona, ok, þú veist, ef þú ætlar að fá eitthvað pening út úr þessu, þú veist, þá gerir það svona, bara nei, þú getur ekki notað þína ein rithönd hálfvitin, og þess að kenna honum, þú veist, að þau farið tíkall að síma, og hún er að kenna honum hvernig hann á að öskra í síman, þú veist. Þannig þau bara saman ís? Já, þú veist, þannig að þau gera, þú veist, díl sína milli um að taka 50-50, skilur, af lausnargjaldinu, þú veist. En þú veist, máli er að það er að verða sem margir skilnaðir, að það er krísa á himnum, þú veist, til þess að gera þetta að bara ruglun sem þetta er, þessi mynd. Og bara krísa á himnum, hann að, þú veist, Holly Hunter og einhver annar kallkynsleikari eru sendir, englar sem eru sendir til hennar jarðar, til þess að finna par og gera það ástfangin. Og ef að þeim tekst ekki það markmið, þá fáu þau ekki snúa aftur himnaríki. Þannig að þau eru að reyna að gera þau ástfangin og á alveg svona gefið ofbeldisfullan og ógeðslega skrítin hátt, skilurðu. Sýtt ég var að sjá svona. Og það er bara mjög mikið, það er bara byssur og það er ofbeldi og bara, þetta er bara rugl, skilurðu. En hún er bara, þú veist, ég horfði á hana bara sem krakki, ég fekk hana heilan þegar ég var svona 12 ára. En samt hljómar þetta ekkert svona mynd sem kannski svona yfirborð myndi halda að þú myndi fíla því þetta er eitthvað svona rugl, englar eitthvað. En einmitt, ég held bara þarna er líka bara svona, ég sá hana bara á einhver þannig tíma í lífi mínu þar sem maður var auðvitað fyrir áhrifum og náttúrulega ég var svo ástfangin af þessum manni, en þú veist það er líka bara Mér finnst það ógeðslega fyndið, þetta hljómar sem bara þetta var eitthvað vandamál. Þetta var það 100% bara, þú veist, og Ertu ennþá pínu skotin hún? Nei, ég ekki. Þetta er búið bara? Mér finnst hann mjög heillandi maður. Þetta er myndaleg maður. Mjög myndaleg maður. Ég menna, ef hann er í bíómynd eða þáttum, þá er ég líklega til að vilja sjá það, skilurðu. Það er að koma Obi-Wan-sería. Heyrðu, heppninu með mér. Þú voru að tjekka á henni. Já, greinilega. Nei, ég sá hann bara einni Star Wars mynd og ég let hann alveg, þá setnum ég var stopp á það, sko. Nei, 2 held ég. Ég sá eina í bíó, talandi að vilja fara út á bíó. Var það hræðilegt? Ég bara mér finnst það ógeðslega leiðilegt og tilgangslust og bara skildi ekkert í þessu, sko. En ef þú þyrftir að setja saman eitthvað svona lista, eitthvað svona celebrities, eitthvað svona man crush, eitthvað,
væri hann bara alls ekki á þeim lista í Jú, dag. 100%. Ok, hann heldur alveg sínum stalli. Já, en svona ég dýrka hann ekki dietist eins og eitthvað svona guðlegt afl, En það er gott að þú ert tölvöld eldri. Já, einmitt, ég öðlaðist einhvern örlítið þroska along the way. Þú ert ekki 12 ára í dag. Nei, sem var ekki allir á þá, sko, en er staðreind. En já, en þú veist, og ég líka áttaði maður, það var ógeðslega mikið hartbreyk fyrir mig, því hann þú veist, var á svo mikil fjölskyldumæður og hélt þetta svo mikið út af fyrir sig. Já. Svo skildi hann með konunum sína því hann hélt framhjá henni með einhverju tvítur stelpu eitthvað. Jóhann. Já, og það eyðilega hann sjálfan sem svolítið fyrir mér sem var... Veistu það, ég vissi þetta ekki. Nei, einmitt. Ég held alltaf að það væri eitthvað svona 100% stand-up gauð. Já, ég nefnilega líka. Sömu konunni og... Nei, þú veist bara bassmóður hann svo eiginkona sem hann bara dýrka og svona, og þú veist, þú hélst alltaf utan fyrir sviðsljóð sem ég varst það að vera svo heillandi, þú veist, hann væri svona get grounded, eitthvað svona. Það er cool. Já, en svo bara eins og allir. Þú veist aðeins eðilega. Ég Obi-Wan bara, við bara farin. Obi-Wan. Lifeless orðinni, ég verði að tjekka þessa mynd. Ok, hvað er það næst? Herðu, sko, þá ég nefnilega með mynd sem heitir Your Sister's Sister. Og þetta Your Sister's Sister? Já, þetta leikstjórn heitir Lynn Shelton. Hún gerði geðveikt mikið af svona indie, svona quirky karakter myndum og Mark Duplass leikur í myndinni og Emily Blunt og Mark Duplass leik geðveikt mikið í nokkru myndum sem hún gerði og þau voru ógeðslega góðu vinir. Ég hef aldrei heyrt með svona. Þessi konar gerði ógeðslega mikið, ógeðslega flott myndir, svona Sundance, svona veistlur, þú veist. Hvað sagði? Your Sister's Sister. Og þetta ógeðslega svona lágstemt, svona karakterdrifin mynd, sem einmitt svona, þú veist, með svona geðveikt raunverulegum díalógum og, þú veist, þetta ógeðslega einfalt setup, og þetta rauninni bara, þú veist, Mark Duplass leikur hann að gæja sem að, þú veist, eitthvað nýbúin að missa bróðu sinn og og þú veist, það eitthvað svona hann einhver vinahóp sem með bróður sinn bróður hans nýdáinn og besta vinkonan segir við hann, heyrðu, ég fjölskylda mín á hús, farðu bara þangað og chilla bara aðeins og reynda að ná áttum. Hann fer í húsið og þá systir hennar í húsinu. Og svo náttúrulega fyrir í stað einhver ástaþrýringur og eitthvað svona. En það gett mikið, þú veist, þess að ógeðslega fallið þessa mynd tengslin á milli karakterina, þú veist, hvað systurnar eru ógeðslega góða vinkonu, elska hvað það eru ógeðslega mikið og þú veist, og hans harmur, hvernig hann að díla við missin, hann veit ekki að besta vinkonu sín sé hrifin af sér, þú veist, og þetta allt eitthvað svona gott drama. Já, og þú veist, þetta svona eina af þessum myndum sem að skilgrann svo mikið myndir sem ég fell fyrir, sem svona mynda sem að, þú veist, það gerist ekki neitt. En þú veist, það samt svona undir yfirborðinu kraumar ótrúlega margt sem svo byrjar það að koma upp. Og þetta svona, þú veist, það eru geðveikir díalógar, og Emily Blunt leikur þessa vinkonu, og þetta er bara svo ótrúlega fallegt, þú veist, talandi hjarta og mannleika, þú veist, þetta er alveg bara svona, þú kemst ekkert algjörlega innsta kjarnanum hjá þessum karakterum, þú kynnist þeim svo vel og þú bara elskar þau ógeðslega mikið og það er engin klísja í neinu, þú veist. Það er ekki svona standard amerískt romcom eitthvað. Engan veginn. Og sko, við horfðum á þetta, ég fann þessa mynd bara einhver svona grúski daginn, ég horfði hann með kærastan mínum og hann fór svo að googla þessa gellu og þá þess að dóun bara eitthvað svona minni hann hafa bara verið 57 ára eitthvað, bara stuttu eftir hún gerir þessa mynd. Byrju leikstur? Já. Já, hún er fallin frá. Já, og þá bara fyrir hann bara veikist hún og hún þessi kona var algjört legend. Þetta er bara svona, þetta er geðveitt mikið svona konu mynd, og svo geðveitt mikið svona konu svona nefni, svo konu nefni á svona mannlega tilveru, mannlega breyskleika og svona, þú veist, konur geðveitt oft ná eitthvað en að komast sérstaklega vel að þessum kjarna á ógeðslega fallegan hátt. Og ógeðslega flott gella og Mark Duplass bara veist alveg skrifaði rosa grein, bara saknaði grein og því hann dýrkaði hana, þú veist, bara sem listamann og bara vinkonum einhverlega því að hann... Sorglegt. Já, og þá sérst var hann bara með óuppgötað eitthvað krabbamein í blóðinu, þeir bara til læknum, þeir bara dáin bara... En hún var algjört svona Sundance svona legend, þú veist, bara þegar hún kom á Sundance og þá leið fólki eins og það var bara, þú veist, að sjá bara Tarantino eitthvað skiljum. Sorglegt. En mér langar að sjá þessu mynd. Já, hún er ógeðslega góð. Þú veist, ég held að ég hef ekki séð sko fleiri myndir sem hún hefur gert, en þetta er svona, þú veist, þegar ég að leita mér að mynd, þú veist, ég er bara heima og nú ætlum ég bara að finna mig mynd bara, þú veist, þá fer ég að leita ég að, þú veist, quirky indie character-driven, þú veist, ég hef þetta þrennt, það er bara ógeðslega góð líkur að ég sem að dyrka þetta, skilju.
Já, ég skilji. Þannig að, og þessi mynd tikkar í öll þessi box. En svo það bara, þú veist, og það líka bara, þú veist, hún sem leikstjóri nær fram þessi svona rosalega eðlilegu senum, þú veist. Þannig að, þú veist, það ekkert sem bendir til annars en þetta sé alvörinni. Eins og þú veist, systra dýnamíkin þeirra svo ógeðslega falleg og þegar maður sér þær saman, þú getur ekki trúa öðru en þetta sé alvörinni þessar systur sem að dýrka ykkur aðra, eigi alla þessa sögu, þú veist. Skrifa hún líka myndina? Ég held það, sko. Ég held hún sé svona, það sem ég fíla ótrúlega oft og svo vel, svona writer-director típa, sko. Ég væri bara að tjekka því. Já. Ég held að síðan sjá það að hún hefði skrifað hann líka. Og talandi þú veist, low concept, þú veist, þá þetta bara þetta svo ótrúlega geðveikt, þú veist, þú eina sem þú veist, hún í rauninni með, settingi basically allt bara þessi kofi, einhvers staðar, svo veist. Og þessi fólk, manneskjur. Og þetta ógeðslega einfalt, þú veist, hún er ábygglega ekkert kostanir droslega mikið þessi mynd, þú veist. Ég svo það sem það líka, ég meina, hvað maður búin að sjá, og allavega þú kannski nennir ekki að sjá Transformers 5 eða eitthvað, og maður bara horfa á þetta, og þetta kostaði skriljónir, svo innihaldslítið. Já. Engin næring í þessu. Peningar ekkert sama sem merki og milli þess gæði. Nei, þú veist, það er málega það svo ótrúlega margir sem mér finnst í dag, bara leggja geðveikt mikið upp úr því að vera með geggja umgjörð og hella bardaðsennur og ógeðslega flotta geimverur og eitthvað svona, en það hringdi enginn í handriðsöfund. Og veist, það var bara enginn handriðsöfund í veg síndal, þú veist. Og ég sem, þú veist, mannleika sem hefur lært að vera handriðsöfund, ég alveg bara, þú veist, ég hefði getað komað inn og gert eitthvað í þessu, en það bara enginn sögutræður, bara... Og enginn persónusköpun kannski. Nei. Þetta sem ég horfði á því Kristoffer Nolan á leikstöðu sem minnst alveg skemmtilega. En hann gerir Tenet, sástu hana? Nei. Ég horfði á þá mynd og ég var bara eitthvað, býttu, Nolan, þú glemdir að skrifa persón. Þú veist, mér finnst þetta geðveikt algengt. Og mér finnst það bara svo leiðilegt. Því þó ég elski hasamyndir og eitthvað, það vil ég samt fá líka karakter og gef mér eitthvað smá. Og það verður, þú veist, ég skil ekki greinilega, þú veist, að sumir komast upp með þetta, en myndina sem samt alltaf taldar með þeim bestu í heimi, en sem verða að komast alveg þennan lista, þær eru allar með karakterum og allar með sögufræði, þú veist. Ég skil ekki okkur fólki dettur í huga að dæla peningum í eitthvað og hafa ekki sögufræði, eða þú veist. Ég til dæmis, ég tók sem dæmi að því ég þoldi ekki Tenet. Ég meina, það samt allt í henni sé að fíla. Þetta sci-fi, eitthvað time travel, sprengingar, flott hasardri. En ég horfði á þetta og mér leittist bara. En svo horfði ég á, stutt eftir hana, þá horfði ég á Brokeback Mountain. Já. Og ég mitt klikkað á læginu í heilræstingi. Alveg rétt. Og spila eitthvað gítar, ég bara, hvað er þetta? Já. Það var ekki það langt sem ég að sé Brokeback Mountain. En svo súmynd, svolítið mikið bara þá tvo. Þetta er engin brjálu saga. Nei. Þetta er ekki eitthvað brjálu plottmynd, en ég frekar horfa á 100 svona myndir, skilurðu, heldur eitthvað svona Tenet-út. Sem bara eitthvað lúk og það er bara eitthvað ektinald. Nei, mér finnst það náttúrulega oft verið vandamáli í einhverju svona hasar og sci-fi og eitthvað ævintýra seti, að það, þú veist, að mér finnst bara vanta persónusköpun, þú veist. Sem á að vera grunnurinn að öllu. Já, nákvæmlega, einmitt. Og það er alveg sama hvað þú gera og ég man aldrei að hlusta á geðveikt gott viðtal við gæjan sem skrifar Toy Story 3, sem geggjuð mynd. Og það sami gaurinn, eða sem sá sem var svona yfir handriteiminu, sami gaurinn og skrifaði Little Miss Sunshine. Ok. Og þú veist, og þessi gæi, sem ég man ekkert hvað heitir, en hann var bara, mér var svo ógeðslega gott múf að fá okkur gæja sem hefði skrifað ógeðslega góða, geðveikt flotta character-driven indie-mynd og fá inn einhvern sem er ógeðslega góður í að búa til flottar personur. Því að þú veist, að mínum að þetta er langbesta Toy Story myndin og eiginlega bara einn svona besta svona Pixar myndin, að hún er bara ógeðslega vel uppbyggð og karakterindin eru brilljant. Og enda brilljant líka. En þeir átt að hætta. Þeir gerðu nefnilega Toy Story 4. Sem er, já, það var sárt. Þú toppar ekkert hvernig 3 endar. Nei, einmitt. Það er áttur að setja bara punkt og bara sleppa takinu, sko. Þegar þeir eru sleppt 4, og það er bara svona 3-leikur, þá finnst mér þetta bara eitt besti 3-leikur sem ég sé. Einmitt. Það voru allar solid. Ekki blóðmjólka, það veist bara... Það er gallar á stjórnum. Einmitt. Ok, förum að klára þetta, Vila. Já, síðasta myndin er ekki ein eftir? Jú, það hérna er ég enn í sama fasa og það er Marriage Story, Noah Baumbach myndin. Með Scarlett og Adam Driver? Já. Ég sá hana. Ok. Mér fannst hún frábær. Þetta er sér kallað leikaramynd. Já. Algjörlega, en... Það sem ég meina með því er að
Já, Þarna er djöfull eru þau góð. Já, leikar að fá láta ljósið skína, fá gott efni, staðin fyrir eitthvað sem kostaði 100 milljónir að sprengja eitthvað hús. Já, eða, þú veist, þú fyrst geggjaða leikara, Scarlett Johansson sem að hefur verið bara einn stærsta Hollywood-stjarna í heimi á tímabilið allana. Heldur þú sé vannmetin sem leikona? Sko, ef hún er það eftir þessa mynd, þá veit ég ekki hvað þar til, þú veist, því að hún er geggjuð í þessar mynd. Og, þú veist, þetta er bara svona mynd, ég sá hana í bíó, þú veist, og ég bara... Var hún sýnd í bíó hérna heima? Mér að ég sá hana nefnilega úti. Ég er eiginlega vissum að ég búið í LA þegar ég fór á hana, sko. Ég held að þetta sé Netflix-mynd. Þeir reynda að sína stundum myndandi sína einhvern ákveðin tími í bíó. Já. Er það Netflix? Ég held að þetta sé Netflix-mynd. Er það? Ég hef ekki séð hana aftur, af því að þú veist, þetta er bara svona mynd sem bara, þú veist, af því að hún er líka óþægileg, skilurðu. Hún er það. Manni líður mjög illa. En þú veist, Noah Baumbach, þú veist, hann er svona einmitt svona writer-director maður. Konans líka. Já, Greta Gerwig, geggjuð, og bara elska Lady Bird líka. Fórum þetta hana líka úti. En svona, ef ég ætti að velja milli þessar tekja bíómynda, þá var bara Marriage Story, hún bara svona, hún hafði bara rosalega djúpsta áhrif á mig. Og mér finnst bara díalógarnir svo ógeðslega listilega skrifaðir. Þú veist, ég veit ekki neina mynd þar sem að ég bara svona, þú veist, heilin bara sprakk. Þetta var svo ótrúlega listilega skrifað. Og það þurfti að mynd ekkert að gerast. Þau tvö inn í rými, kameran on, skilurðu, og svo byrjaði bara að fara með þessa díalóga og svona ógeðslega vel. Og það er þarna, þú veist, þegar hann verður reiður og öskrar á hana, I wish you were dead. Nei, sometimes I wish you were dead. Þetta er ógeðslega sem hann getur sagt um mannesku. Og ég elska svona hvernig hann flipped the script að hún brjálaðist ekki, hún var búin að brjála út í hann, en þegar hann segir við hana öskrandi og grátandi, stundum vildi ég að vera dáin, þá lappar hann til þess að faðmar hann. Og mér finnst það, svona lítið touch, maður er bara, ég veit það. Þú veist, og maður situr þarna og maður er bara, þetta er svo gott konflikt, og maður er bara að horfa, og maður er bara límd úr skjáin. Já, og bara þau gerir þetta svo ógeðslega vel, og svo er þetta suspense, og þegar við byrjum á því að þau eru að, þú veist, eiga að vera að lesa upp bréfið þar sem að þau eru að segja frá því, skilur hvað þau elskuðu við hvort annað. Og hún segir bara eitthvað, ég get ekki lesið þetta bréf, það fuck this, bara mér drull saman gæja, ég hef ekkert að segja, eitthvað svona. Og svo, þú veist, í lokina sjálfsög finnst fucking bréfið þegar maður færi að heyra af hverju hún elskaði hann og þegar þau fara yfir hvað það var sem gerði sambandið er alltaf að byrja með og af hverju þau dýrkuðu hvort annað og maður sér hvernig þetta fór, skilur og þetta er bara, og þetta er svo ótrúlega fallega rammaðinn og þú veist, einmitt talandi minn, þetta er bara algjört low concept, þetta er bara, þetta er bara fólk að skilja í rauninni, þú veist, það er ekkert stórkostlegt sem gerist. Nei. En bara ég er svo þakklátt fyrir svona myndir. Mér minnum reyndar hún að vera tilnefnd til Óskars fyrir eitt. Já, örgulega fyrir handrit. Já, einmitt, nákvæmlega. Heldur rétt, sér. Já, þá sátu þau þarna saman það mesta geggjasta power couple Hollywood, þú veist, bara Noah Baumbach og Greta Gerwig, bara hvernig er að vera í matabóðu annað, þú veist, ég bara... Meira en Beyoncé og Jay-Z. Í rauninni, já, og þú veist, ég myndi allan á 100% vilja heita þau frekar, þú veist. Já, það er ógeðslega flott. Mér finnst áhugavert núna að Greta Gerwig er að fara að gera Barbie með Ryan Gosling og Margot Robbie. Ég er samt vandræðilega spennt. Ég er ógeðslega spennt. Hvað er það að fara að gera? Ég bara skil það ekki. Það lítur eitthvað spennandi að því Greta Gerwig er þannig kvikmyndagerða kona, hún er ekki að fara að gera eitthvað fluff. Nei, aldrei, þú veist, en ég bara Barbie, og þú veist, hver er sagan um Barbie? Er til einhver saga um Barbie? Leikur hann ekki Ken og hún Barbie? Já, ég meina, hvað er að fara að gera? Já, mitt, þú veist. Verður þetta eitthvað svona fígurumynd? Ég veit ekki, þess vegna er ég spennt. Ég er ógeðslega spennt að þetta er svo fáránlega random og það er allt sem segir þetta sé að fara að vera drasl. Nema bara að það getur ekki verið að þetta er Greta Gerwig, skilur. Nei, því að af hverju ætti hún að segja aldrei lífinu. Hún hlýtur að vera með einhverja nálgun sem henni er stór spennandi áhugaverð. Og ef hún er spennt, þá er ég spennt. Já, ég er alveg sammála. Þú veist, mér finnst þetta vera eitt mest spennandi að þetta er svo random, skilur. Og að þetta er Barbie og undir engum kringumstæðum myndi ég sjá fyrir mér að ég væri spennt fyrir að sjá Barbie mynd. En þú veist, þetta er bara svo skrítið. Og þú veist, bara hver hringdi hana, af hverju sagði hann já og hvað hann gerir kjálfarið, ég bara get ekki beðið þetta að segja. Svo líka var það hún sem kom fyrst með hugmynd. Það er stundum þannig. Það? En ég veit ekki. Nei, ég veit ekki. Og er það barnamynd eða þú veist? Ekki hugmynd? Nei, einmitt. Ekki hugmynd? En ég er samt spenntur. Ég líka. Þetta er alveg bara... Á næsta lista ætla ég að gera það fyrir að hún myndi vera á hann, sko. Barbie, við vonaðum það besta. Herðu, fyrir maður slúttu Júlía. Já, takk æðislega. Þetta var ógeðslega skemmtilegt og það er rosa gaman líka fyrir mig
að fá inn mitt, því mér er gaman að fá konur í þáttum minn og fá svona fjölbreytileika og þeirra smekkur ofta aðeins öðru í sen, ég kannski vanur eitthvað svona hasadóti og eitthvað. Þannig að ég vil bara þakka kærlega fyrir að netta að koma. Já, bara takk, það var ógeðslega gaman. Þú veist, ég myndi ekki fara upp að höfða fyrir margt, en bara til að koma til þín bara myndi ég gera hverjandi.